Komið öll sæl og blessuð og gleðilegt ár. Sýnir Egils, þetta fyrsti þáttun á þessu ári og við byrjum hér svona vettvangi dagsins og til að vera með okkur í því eru Kristinn Hrafnsson blaðamaður, Þóra Kristína Ásgeirsdóttir, upplýsingafulltrúi og Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Er ekki eðlilegt já, og Gunnar Smári situr hérna líka maður. Já, blessaður. Já, en hérna er ekki að byrja á ríkisstjórninni. Er það ekki svo næst, það er nýja ríkisstjórn í landinu, þannig að Kristinn, hvernig lýst þér á? Já, ég held að það hann bara verið svona endurspeglun af því sem fólki vildi, samkvæmt því sem kom upp á kjörkossunum. Gekk alveg furðu vel að ná þessu saman. Átaka lítið, sérstaklega fyrir blaðamenn sem greinilega nefndu ekki að hringja í þingmenn. Sem var ámælisvert að það var þetta mynda hér ríkisstjórn og lemja saman stjórnarsáttmála og það fréttist ekki neitt. Já, samanlæður. Og síðan komið blaðamenn fram og svo það er ekkert að frétta af stjórnarmyndunar viðræðum og stjórnarsáttmálunum. Og við reyndar í vitum að það er hellingur fyrir þetta. Ja, sjálfsögðu. Þetta var svona eins og blaðamaður myndi koma fram og segja ég er algjörlega ekki starfi mínu vaksin, ég hef ekki sinnt mínu starfi. Við vitum það báðir að þegar að 30-40 þingmenn voru konum með upplýsingar ásamt með starfsliðinu og það kom ekki út múk. Ekki eitt orð, ég er alveg sammála. Þetta er mikill áfellisdómur fyrir blaðamennsku í landinu. En ok, þetta er komið á koppinn. Stjórnarsáttmálinn var rýr í roðinu og líklegast hafa nú flesti verið það í gegnum tíðina. Já. En mér sýnist að fólki sé svona sæmilega sátt við allt saman og líklegast færi þessi stjórn svona svigrum í hálft árið eða svo til að fyrir að kröma einhver ónægju upp úr. Já, eða ekki fá 100 daga. Er það ekki? Þóra, þú fannst þér þetta ekki líka skrítið hvað bárust fáar fréttir og litlar af þessu? Jú. Mér finnst reyndar fjölmiðlar á Íslandi vera bara alveg í ruglinu, satt að segja. Lægt er orða tekið. Mér finnst þarna einhvern veginn alveg þarna svona sjálfstæð fréttaöflun og gagnrýnin fréttaöflun vera bara í lamasessi, satt að segja. Og mér finnst við ættum kannski að taka þá umræðu, en varðandi ríkisstjórnina þá er þetta besta niðurstaðan sem að gat komið út úr því sem að koma upp á kjörkossunum að fá þó þetta. Og ég er nú ekki sammála því að ríkisstjórnin enn sem komið hún er nú nýsest í stólan að sitja á einhverjum friðarstóli næstu 100 dagana. Mér heyrist að það sé nú byrjað að níða af henni skóinn nú þegar og ég sé að Morgunblaðið er til dæmis í miklum skotgrafar hernaði áður en að neitt í rauninni liggur fyrir hvað á að gera. Og Bjarni var nú í taugaáfalli í beinni í þarna Grittsíldinni sem að var venju fremur hið ágætasta sjónvarpsefni vegna þess hvernig þarna ég held að það tók skaupinu fram og öllu öðru. Það var svolítið bátt. Það var ekki erfitt af þessu. Nei, það er svo. Herru, Ragnhildur Alda, þú ert úr Valhallagenginu. Já, ég er Valhallagenginu, já. En hvernig líst þér á það? Nú er þið í stjórnarandstöðu eftir það gerist mjög sjaldan. Já, augljósum ástæð. Þá líst mér ekkert alltaf vel á þetta. Nei. En það kannski kemur engum hér á óvart. En ég er hins vegar bara eins og mjög margir svona heldur forvitin að sjá hvernig þessi framvindur, þær hafa 3 ár verið að gera margt öðruvísi en hefur áður verið gerst og ég er svolítið forvitin af því að þegar maður er búin að starfa svona í þessu og taka þátt í þessu svona lengi eins og segi ég en þá samt sem áður þá er maður búin að fara að gera marga baráttur einhver meginn og það er svona áhugavert að það eru kannski ekki endilega að fylgja neinu svona formi sem ég hef séð áður á hlutunum í því hvernig það er mynda ríkisstjórn og til dæmis að vera ekkert með allt og langan stjórnarsáttmála heldur bara að vera með svona þetta helsta og ég fór þá veltaðslu fyrir mér með stjórnarsáttmála vegna þess að eru þeir ekki í raun og veru bara þetta er það sem við ætlum að gera svo hefur nú kannski verið vandamálið þá helst að fólk sé ekki að gera það sem stendur í stjórnarsáttmálanum það hefur komið fyrir eða ekki gera eitthvað annað en það sem að stóði í stjórnarsáttmálanum og þá velti maður fyrir sér hvað allir þessi mun koma til með að þýða því hann er lítill en annars er ég sammála mér þá þótti skaupið ekkert svo gott en mér fannst Grittsíldin betri en aðalega þótt ég hafi nú ekki alveg verið á þeim buxunum að Bjarni hafi verið að fá taugafall að það fannst mér svolítið gaman að sjá hvað Inga er bara segir bara það sem henni finnst, veitir hvað við af því að þegar að
það einhvern veginn svona alltaf sparkað í mann með það að þegar sérstaklega með sko eldri konur og þær megi ekki vera leiðilegar að þær fái á sig eitthvað svona stimpil og svo sér maður þarna bara konu og í raun og veru besta aldri búin að ná að skara bara ansi mikið fram. Hún bara dröllið mann og annan í áramótin sko og henni alveg slétt og það svolítið þótt að maður sé stundum bara hvað segir hún næst það verður líka skemmtilegt að horfa það skemmtilegt áhorf skulum við segja hún blott áfram já, hún bara var með náttúrulega smá dólk sko en það var ekkert leiðilegt að horfa á það nei þannig að ég þannig mér finnst eins og þótt ég hefði viljað sjá aðra niðurstöðu sjálfsögðu að þá finnst mér þetta samt ekkert endilega leiðilegt áhorf en sem komið Nei, hvað þetta hérna, er Flokkur fólksins kannski veikilhekkurinn í stjórninni? Ég held að það sé ekki svoleiðis. Ég ekki viss það. Ég með síðast að Inga hafi tiltölulega góða stjórn á sínu fólki og sér nokkur ægi, jafn herstjórn þannig að ég ekkert viss að það sé endilega veikilhekkurinn. Ég ekki með þá tilfinningu og það fer náttúrulega kannski eftir baklandinu hvar sem það og hvernig það innstilt. Það náttúrulega augljóst að það verður ekki að upplifa nema brota af gjafalistanum til jólasveinsins, það nokkuð ljóst og lítið og kannski seint á kjörtímabilinu. Þannig að En í heildina litið sjálfur sér þá sko þetta eins og afstæðunar eru og ríkisfjármál framvegis þá þetta kannski meira minna bara svona áferðaskipting á stjórnunarstöðum í svona heilt yfir. Þetta verður ekki neitt sérstaklega mikið dramatík og svona svipað eins og þegar að við vorum kölluð inn á sal á stöð 2 hérna árið svona reglulega til þess að sýna einhver nýtt skipuritt sem að yfirleitt þýddi þannig að maður var satt þarna og hamrað á lærið og hugsaði sjálfum sér, hvernig anskota getið farið aftur að vinna því þetta breytist ekki neitt. En ok, við skulum sjá til. Þannig að ég held að sé svona sýndarbreyting dálítið mikil, áferðarbreyting, já það gaman að þessum galskap að svona no filter í tjáningunni og það verði svona meira því, kannski meira brosum og svona náttúrulega konur en ekki kallar, þannig að áferð og stíl en sko ríkisfjármál eru bara þeirra stöðu í dag og þetta ekkert sveigrum til eins og tekjuöfluna tillögur þessari stjórnarsáttmála náttúrulega hvorki fuglinn fiskur og ekkert með eitthvað svona smottir í hér og hvar það er ekkert stórt hann inni skilur. En það verður náttúrulega eftir því, Kristinn, hvernig verður tekið á auðlindamálunum af því að auðlindamálin munur náttúrulega vera í rauninni þarna neistinn sem kveikir í púðutunni sko vegna þess að maður sér að til dæmis að Morgunblaðið og Harlínan í Sjálfstæðisflokknum er komin í skotgrafirnar út af auðlindamálunum. Við sáum nú hvernig fór fyrir sko þarna VG, þar var nú frumvarp í undirbúningi sem var nú haft á orði hjá sjálfstæðismönnum að fengi aldrei framgang og það snerist svona tiltölu hóflega hækkun á auðlindagjöldum eftir mikið samráð. Þannig að ég held að það verði sko allt vitlaust bæði innan og utan stjórnar í þessu stjórnarsamstarfi af því að þau mál sem að ríkisstjórnin er með á stefnuskránni eru mjög eldfim og bara það að það tali að það ætla að gera það er alveg nóg til þess að sko æra óstöðugan. Og þá eflast hinnar andstæðingarnir. Og það alveg sko rosalega öflug svona mulningsvél bæði hjá samtökum í sjávarútvegi og mokkanum og við þekkjum þá, höfum séð þau vinna sko. Og það er ekkert engin smá forapittur þegar það fer á stað sko. Nei, það er búið það. Rænhildur, Alda. Það er búið að vera hörð stjórnarandstaða. Já, vonandi. Hún á alltaf að vera hörð. Það er bara mjög mikilvægt hlutverk stjórnarandstöðu að vera að rýna og standa vaktina og vera með eftirlit. Það er það sem við eigum að gera. En nú er þessi stjórnarandstaða nákvæmlega sem þú ert að vísi er aðalega með eftirlit með sérhagsmunum. Okkur vantar í rauninni hina stjórnarandstöðuna, hún datt út sem að væri þá með eftirlit með almannahagsmunum. Þannig að ég hef svolítið áhyggjur af því að það er engin í rauninni stjórnarandstaða frá vinstri eða stjórnarandstaða eins og til dæmis Píratar ráku með svona varðandi spillingamál og annað að það verði bara Sorry, já, fyrirgefðu, haldur
Ég alveg sammála þóra þessu litið. Það er mjög vont að það datt þarna út þessi stjórnarandstöðu faktor sem var mjög harður og málefnalegur sem snýri að stefnumótun í vímuefnamálum og skaðamengun spillingu Pírata til henni. Ég saknaði þeirra mjög af þingið. Þarna voru raddir sem að héldu á lofti nokkuð mikilvægum málefnum sem að einmitt tengdust ekki sérhagsmunum og það allir stjórnarandstaðan verði ekki fókusverið ansið miklu leyti á þá hagsmuni. Já, ég ætla kannski bara að byrja að segja að að sjálfsögðu erum við að berjast fyrir almannahagsmunum. Bara höfum það á hreinu. Allavega allir sem ég hef starfað með í Sjálfstæðisflokknum og þannig að svo hitt sem að þið varst að tala þótt að margir fínir meðal Pírata og svo framvegis að þá bara ætla ég að segja fyrir mitt persónulega leyti hafandi verið í minnihluta og takandi mörg mál sem að hafa að gera með bara allskins rugl í stjórnsýslu að þá hafa Píratar ekki verið þeir sem hafa farið hvað fremstar en að upplýsa þau eða berjast fyrir gegnsæi eða neitt. Nei, ég er að tala um borgarstjórn vissulega. Þannig að og ég skil alveg vegna þess að þegar ég nú er ég bara búin að vera í pólitík sem starfandi borgarfulltrúi í 2 ár fram að því var ég náttúrulega bara í háskólanum og svo framvegis og ég man að þú veist að eitthvað segir ég er best fyrir gegnsæi og ég er best gegn spillingu og ég er best og þú bara, maður trúir því alveg að fólk allan að meini það en það er rosalega margir sem segjast gera þetta en þegar þeir fá tækifæri til þess gera það ekki og ég get allan að sett fyrir mitt leyti að ég get sýnt það bara vel á blaði hvar ég hef barist gegn spillingu, fyrir gegnsæi og gert allt þetta sjálfstæðiskonan ég. Þannig að ég myndi þess að segja að það sé alls ekki algilt að það að einhver einn flokkur sé fari í forsvari fyrir því að berjast fyrir þessum hlutum. Það er alls ekki, Þannig að þú hefur alltaf mín orðið fyrir vonbrigðum með til dæmis Pírata að þeir hafi ekki staðið sér nógu vel og ekki tekið nógu hart á spillingamál. Heldur betur. En getur verið að það sé kannski einhvers konar skoðanamunur milli þín og Pírata hvað sé spilling? Já, nei. Og hvað þurfum við að taka til hendinni? Já, veistu, merkilega í þessu er það við erum að tala til dæmis bara eina skýrslu frá innri endurskoðun sem að ég hef barist fyrir núna 1,5 ár að það sé afleitt trúnað á bara ýmislega ámælisverða hætti í starfi og það er engin hjálp í Pírötum og við erum að tala bara fleiri og fleiri mál sem að hafa farið gennum innri endurskoðun. Ég er ekki bara að segja þetta verðan sem mér finnst það annars væri ég að segja helling á öðrum hlutu líka en þannig að nei, þetta er bara þú veist, bara opinbert eftirlitsafl sem að er að benda á atriði og það er bara engin áhugi fyrir því meðal þessa flokka að koma því réttanfæri. Það er bara að leka þessari skýrslu greinilega. Ég fylgir reglum og lögum. Ég fylgir reglum og... Sendu þetta bara á smed.is. Ég bara leka engu, Ég ætla bara að vonast þess að... Er ekki raunlega það sem verið að segja að meginhlutin á hverjum tíma, sama hverju skipa, vest alltaf minnihlutunum. Bara sjálfkrafa. Nei, veistu, ég held að sé bara oft þannig að það er auðvitað alltaf svolítið út frá því hvar þú stendur. Ég get alveg skilið það. Það er alveg erfitt að vera í meirihluta, það er erfitt að vera í ríkisstjórn. Þú ert kannski með hellinga góðu fólki að gera bara góða hluti, en svo stundum líka lendir fólk í því að vera óvart að verja eitthvað sem það vill ekkert vera að verja, skilju. Og ég hef alveg skilning fyrir því, en þess vegna er bara rosalega mikilvægt að þegar við erum komið með aðila, einhver óháða aðila eins og við nefndum eða whatever, skilur að hlutinir, að það sé bara regla hlutina, kerfið og reglum hvernig kerfið á að ganga og því sé bara fyllt, vegna þess að það er bara verður að vera yfir allan vafa hafið, sem sagt, það atriði en það er til að regla svona trúnaðarmál eða trúnaðarmál á plagginu að þá átt að leka því svona innan viku
Ef það stendur algjör trúnaðarmál, þá átt að leka því strax. Já, ég hef bara einhver lekið enn, sko. Ég bara því miður. Ég ætla bara að gera hlutina rétt. Við þurfum að raða saman til þáttingur svona nokkuð prinsip. Eða blaðamenn sem að fjallum undan þeir eiga átt að sjá þessu og byrja að hringja og fiska, sko. Nei, en svo að því vorum að tala um fjölmiðla áðan og við vorum að tala um eftirlit og allt þetta, sko, og það sannlega þannig að minnihlutinn, það eitt af þeirra hlutverki, þú veist, bara stjórnarandstaðan og minnihlutinn sama hvar, að hafa eftirlit og líka vera með að gagnrýna það sem betur má fara og svona. En svo það annað sem að þið nefndu líka, það að fjórða valdið, þú veist, það kannski þetta bara neysluhyggjan í fréttaflutningi almennt. Það að fólk þarf að koma út fréttum strax og mikið og fólk gefur minni eitthvað meginn kannski hvað segir maður nennir ekki að lesa fréttir jafn mikið og allt þetta dæmi, sko, en svo veit maður ekki því að fólk var að skrifa ýmiss konar blöð fyrir 100 árum og fólk nefnt að lesa það líka mismikið milli bústarfa og svona en við almenningur og við kjörni fulltrúa líka við þurfum að reiða okkur á þessar stoðir til þess að gera, hvað segir maður, bara að minnstakosti gera sitt besta, sko. Og innan, sko, ramma þess að enginn fullkominn og allt það, sko. En já, þannig ég veit ekki, og ég held að þetta sé eins og að við vorum að tala líka um þetta með hana, hvort að flokkur fólksins væri kannski veikleikinn í hinn og þessu, að það mjög áberandi alltaf rétt fyrir stjórnarmyndunar viðræður eða rétt fyrir meirihluta viðræður eða eitthvað þannig að þá fer af stað svona ákveðin áróðurslína í bara bæði meðal fólks og í fjölmiðlum af því að, þú veist, engin fjölmiðl fullkomlega hlutlaus af því að manneskjur ekki fullkomlega hlutlausar, þú veist, það bara þannig, við reynum að vera það en það alltaf eitthvað rödd allavega, en það sem að fer af stað þá alltaf eitthvað svona yfirlýsing að hinn og þessi sé sko óstjórntækur og þetta þótti mér nefnilega svo áhugavert núna að sjá til dæmis eins og Dag og Kolbrúnu Baldurs vera að fara saman í ríkisstjórn vegna þess að þetta var Kolbrún Baldurs átti að vera fullkomlega óstjórntæk, sko, þegar við vorum í meirihlutaviðræðum að það átti að vera bara engin leið að fara í samvinnu við hana. Hún mjög dugleg í borgarfundi. Já, hún var bara dugleg í minnihluta, skilur, og pirrandi fyrir meirihluta og þá náttúrulega fór að staða þessi lína og hún væri náttúrulega bara algjörlega óstjórntæk, sko, en hún það auðvitað ekki og frekar en nokkur annar og það sem að hefur alltaf verið viðlóðandi við stjórnmálin að þú ert alltaf með algjörlega, sko, sama safna alls konar ruglu við fólki í þessu, þú veist, þá tala um að þú þarft að vera svona smá klikkar en enna þessu, sko, skulum bara segja þessu og þú veist, og sumir eru bara með þetta í mismunandi skömmtum og allt það, sko, en svo gerist eitthvað merkilegt þegar að fólk fer í meirihluta eða ríkisstjórn að það yfirleitt ekki endilega sá sem að þú myndir halda fyrst sem er vandamáli, það oft einhver annar, sko. Þannig ég alveg sammálaður í því að það fer svona lína af stað þar sem að eitt hjólið er í rauninni því að lýst yfir í upphafi að það sé sprungið og það var VG í síðustu ríkisstjórn og þá var alltaf þarna áherslan á það að VG væri að hlaupast undan merkjum, nú það flokkur fólksins, svo í rauninni fara skoðanakannanir á stað leið og sko gagnrýnin og þarna byrjar á ríkisstjórnina og það fyrir að molna undan einstaka flokkum og þá fyrir maður að sjá skiluru hvort þeir hlaupi í vörn og það þarf ekki. En það ekki, sko, ástæðuleysi kannski, sko, því að flokkur fólksins óhefðbundin flokkur, hann bara yngu, það engin, sko, engin landsfundir haldnir eða þetta bara svona, hún bara hefur þetta og það óhefðbundið og svo kemur til dæmis eins og núna Eyjólfur Ármannsson sem sveitarstjórnar samgönguráðherra sem að tala alltaf bókun 35 væri brot á stjórnarskrá en hann alltaf samt að greiða atkvæði með því núna staðin fyrir að mér heyrist að vera að segja hann alltaf að setja hjá, var það ekki? Það kannski, það þá breyting. Fyrst var hann bara tilvitnanir í hann, það sem hann segir hitt, sko. Já, en þá var hann í stjórnaraðstöðu. Hann búinn að lýsa því. Nei, eftir, sko. Nei, hann búinn að lýsa því yfir. Ég heyrði nú bara eitthvað viðtal við hann eitthvað staðar, þar sem mér heyrðist að hann ætlaði að setja hjá. Já.
En auðvitað er flokkur fólksins óhefbundin, það alveg rétt og óhefbundin valdastruktúr en manni hefur nú stundum myndist með flokkarna að valdastruktúrin þar sé svolítið svona Potemkin tjöld líka. Jú. Þetta gólu það að flokkur fólksins væri óstjórntæku þóttum eiginlega bara broslegt. Já, ég hef aldrei sagt því að taka Nei, en ég meðast eiginlega besta rökstættafæslan á því til röksturins því að þetta var ekki stjórntæku flokkur var að hann hefði aldrei verið ríkisstjórn áður sem að svona dálítið sérstök lógík sem bara út úr kortinu en ég ætla ekki nefnir nöfni þessu samhengi en þekktur áldiskjáðu hélt þessu fram en hérna það er samt sem maður kannski ágætt að sé verði smá áferðabreiting á pólitíkinni sem að mögulega einhver léttleiki sem að kemur hérna inn léttleiki í því skinni að það sé betra upplýsingaflæði og annað og ekki veitir af því að ekki eru blaðamenn að sækja fréttir það er alveg gesslega handónýtir ef fréttin gísi ekki undir raskaturinn á þeim og Reykjanesi þá bara verður hann ekki til skilur. Þetta er algjörlega ótækt ástand og ég nefna tvö dæmi allavega eitt dæmi annars snýr nú að hérna flokknum þínu landsfundurinn sko, ég veit ekki hvað er búin þess að marga fréttur deilur það hvort eiga að halda landsfund í febrúar eða ekki og þetta er búið að fara fram og tilbaka ég hef ekki séð nokkuð einasta blaðamann reyna að segja mig frá því hvað hvað snýst þetta mál af hverju má ekki halda hann í febrúar eða af hverju þarf að halda hann í febrúar eða af hverju þarf að fresta honum eða ekki fresta honum ég hef kannski mistað einhverju en þetta hefur bara ekki komið fram þetta finnst mér hérna alveg ótrúlega hérna skrítið sko og þannig að það er bara, menn taka hana við einhverjum, þannig að fréttin ágreiningurinn hvað? Það vantar allar analýsur. Það er bara, og það er engin, sko, það er ekki lengur þannig að þú einhvern veginn kveikir á sjónvarpsfréttum á hverju stöðinu sem og þú fáir eitthvað svona skúpp eða þú veist það sem verið að segja þér eitthvað sem þú veist ekki en það er engin búin, það er bara verið í rauninni að telja upp og myndspreyta gamlar fréttir sem að hafa verið í rauninni í gangi á öðrum miðlum allan daginn. Já. Og síðustu daga hafa svo verið alveg ótrúlega, mér finnst alltaf svona leiðilegt að tala þetta sem eitthvað komist því að þarna kemur náttúrulega andlát við sögu en sko það var þá hræðilega atburður jólin að bráðatilfelli kom upp á Suðurlandi og var ekki hægt að kalla út lækni. Bráðatilfellið var að það var ekki að fá lækn á stað til þess að úrskurða aldraðan mann látin sem hafði eftir því sem mér skilst nú hreinlega svona fjarað út en það vantaði vottorðið. Þetta er búið að hleypa á stað sko fréttarhrínu núna sem að sko hreinlega komisk. Fyrstu fréttir mínar að þessu voru að undir yfirskriftinni Suðurlandið að verða eyðimörk. Og ég sagði, hvað í gangi núna? Er þetta uppblástur eða einhvers konar eitrun á ökrum eða hvað í gangi? Þá var þetta eyðimörkin að það var læknislaust þarna í 5 daga og það var rætt við einhverja læknar og sagði, það fást ekki læknar til að starfa vegna þetta eru léleg laun, við getum ekki verið að vinna fyrir laun, pítsu, sendla og blaðburðar menn Morgunblaðsins. Og í sömu frétt var samhengið var rætt það að sko það var verið að bjóða læknum upp á það að taka 5 daga jólabakvakt fyrir 500.000 þegar þeir gætu fengið 1.000.000 annar staðar utan stjórnsvæðis heilbrigðisstofnunar Suðurlands. Ég veist að í anskoti eru pítsasendlar konum með góð laun eða útburðar börnin hjá Morgunblaðinu en hérna, þannig að þetta í svona einhverju hýperbólu sprengt upp frá þessu bráðatilfelli að það vantaði vottorð á jólunum. Ég hef nú haldið að bráðatilfellin hefðu nú kannski þarna verið alvarlegri ef það hefði snúið að lifandi fólki sem væri í sko sárri auðvitað gerir maður ekki lítið úr því að fólki getur hafa brugðið við þetta en ég sé ekki alveg að þetta hafi verið svona bráða
mál. Nei, og eina greiningin, ef greining skildi kalla sem alltaf engin, eiginlega sjálfins að hlaupa í bara svona megafón og láta fólk blása út, svona einhver gífuryrði og stórar yfirlýsingar. En ég einhver nær það var þar. Ég ætla ekki að draga það í efa, það má bæta væntanlega mjög úr heilbrigðisþjónustuna á vinsælasti kjördæmi Sjálfstæðisflokksins og víðar á landið. Það er vandi í heilbrigðisþjónustunni en þetta er ekki en það þarf að greina hver vandinn og það þarf að koma með þarna fréttir það áður en að menn hlaup upp til handa og fóta því að 100 ára gamall maður ekki úrskurðaður látin á jóladaga því að læknir telur það ekki neyðartilfelli og kemur ekki á staðinn. Kannski það bara bæta alþýðufræðslu til þess að fólk geti verið verið með þá hreinu að aldra ættingin hefði skilið spegill fyrir við. Það var ekki hjúkrunarfræðingur á staðnum en þetta bara læknar einir geta gefið út dánavottorð. Það var það, en þau fluttan í líka geymslu, sko. Án dánavottorð. Já, þetta er mjög óþægilegt mál til að vera að ræða svona og en þetta er dæmi ég er alveg sammála því svona undarlegan fréttaflutning en það sem að mér finnst dæmi undarlegan fréttaflutning af almannahagsmuni sem ég myndi vilja taka líka til handagags að því við erum að ræða þetta. Það finnst mér vera til dæmis umsvifin í herstöðin á Miðnesheiði að herinn skuli nánast vera komin aftur án þess að það hafi verið, að málið hafi verið rætt í sko fjölmiðlum eða fólk hafi verið upplýst það frá. Ekki eins og rætt á þingi, sko. Nei, og þetta er ekki eins og rætt á þingi, en ástæðan fyrir því að fjölmiðlar tóku það upp að ráðherrann óskaði eftir því sjálfur að fara í drottningaviðtal í Kastljósi og í rauninni lýsa þessu í einhverjum atriðum hvað væri þarna á ferðinni að það væri 400 hermenn þarna með nánast fasta búsetu fyrrverandi utanríkisráðherra fór í var það ekki í nóvember eða hvenær var þetta viðtal. Þetta var bara mjög undarlegt að þetta væri að koma fram af því að ráðherra óskaði eftir því þetta var sko langur prósess og skiptir alveg gríðarlegu máli og ég satt að segja ég skil þetta ekki ennþá og svo kemur einhvern veginn taka fjölmiðlar ekkert við sér, það kemur engin svona alvöru greining eða umræða í framhald af þessu og við erum að tala að við ætlum að vera einhverjir þarna fullgildir þegnar í NATO, við ætlum að fara að borga undir stríðsrekstur og það er ekki hægt að taka ábyrgð án þess að það liggi fyrir einhvers konar upplýst umræða. Ég get til dæmis nefnt Svíþjóð sem dæmi að þar er næstu því daglega verið að hamra á því við fólk að það sé svona raunveruleg hætta á stríðsátökum og heimili eigi að búa sig undir það þurfa bara hlaup í byrgi þau að vera með neyðarbyrðir heima af því að Svíþjóð er að taka afstöðu, Svíþjóð er í NATO og er að taka afstöðu í þessum alþjóðamálum og er þar að leiðandi orðið skotmark. Við erum náttúrulega líka skotmark, við erum að taka þessa afstöðu og við erum að fara ennþá lengra í þá átt. Það er engin umræða þetta hér. Nei. Er það ekki eitthvað skrítið? Jú. Hvað er öðruvísi hér heldur en til dæmis í nágrannlöndunum? Hvað var þetta, Kristín? Ég var að reikna þetta í huganum á hann, sko. Fyrir utan Ragnhild Ágæta, þá erum við hérna 4 gamlir blaðamenn með kannski 150-160 ára reynslu samanlagt og fólk sem er búið að vera þetta lengi á fjölmiðlum. Hvað er það? Hvað gerist að við sitjum... Kristín er ennþá í blaðamennsku og við erum að leika okkur að því líka. En ekki þessi dælu sem að... Nei, ekki þetta heimavelli sérstaklega. En hvað gerir? Má ég aðeins talandi greiningu í fjölmiðlum og ríkisstjórnina. Það hef ég ekki ennþá séð greiningu á þessum stjórnarsáttmála eða stefnuyfirlýsingu eða hvað hún heita og að hvaða leyti hún er ólík stefnu fráfarandi ríkisstjórnar. Sumir leyti er það rétt sem að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði, þetta er meira og minna sama stefna og Kristín var eiginlega að taka undir það hérna. Þetta væri mjög svona keimlík stefna. Það væri fyrst og fremst verið að skipta andlit á fórustufólkinu. Og sömurleiti finnst mér allir fjölmiðlar vera mjög upptínar af því að tala valkyrjurnar og hvernig þeim líður saman og hvort það faðmist eða heilsist og eitthvað fleira og hvort þessu trúnar á milli þeirra. Þó svo allir blaðamennin hafi farið í gegnum ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur í 7 ár þar sem öll athygli var það á eitthvað ótrúlegt tengsl Bjarna og Katrínar sem að þeirra
upp staðið skiptir engu máli. Því að þú ríkisstjórn bara fjaraði frá þjóðinni hægt og bítandi í einhvern veginn þessari hugmyndum að allt skiptir máli, hvernig þeim líkaði hvort við annað og hvort liði vel að vera í sama herbergi. En samt fara blaðamennir einhvern veginn með þessa ríkisstjórn og láta þetta vera aðalatrið. Greina ekki stjórnarsáttmálann. Erum við að fara að horfa á breytingar í húsnæðismálum? Nei. Erum við að fara að horfa á breytingu í utanríkismálum eins og hér er rætt? Nei. Erum við að fara að horfa á breytingar í ríkisfjármálum? Nei. Bara ekki neitt. Þau bara færðu til markmið fyrirverandi ríkisstjórnar að ná hallalausum ríkisfjármálum einu ári fyrr en planið var áður, sem mjög gagnrýnisverð ákvörðun. Af hverju við þegar hagkerfið að fara að sigla, það lending núna, það allt og háir vextir með verðbólgu og það bara öll fjárfesting að kafna, almenningur á ekki efna á kaupa þessu húsnæði, þá ætla þau að fara að draga saman fyrr út í ríkisfjármálum að þess að vera með sett á planum það. Það heldur ekki greining á því í hvað voru samningarnir sem voru gerðir. Þegar maður skoðar skiptingu ráðherra eða ráðuneyta, þá bara augljóst að veikleikin þessar ríkisstjórn ekki kannski hvort það sé bakbein í flokki fólksins, heldur veikleikin í ríkisstjórninni að Viðreisn fær bara allt og mikið. Hún fær utanríkisráðuneytið, hún fær fjármálaráðuneytið, hún fær öll atvinnuvegaráðuneytin, hún fær dómsmálaráðuneytið. Þetta ímyndar að þú formaður Sjálfstæðisflokksins og Sjálfstæðisflokkur aldrei fengið þennan díl. Það verið geggjað díl að fá. Þetta óskað, það verið staðið og klappa fyrir Þorgerði Katrínu á landsfundi Sjálfstæðisflokksins í svona 3 klukkutíma eða hvað var klappað lengi fyrir staðið. Hefur fjármálin, þetta bara ótrúlegasti díl sem hefur verið. Hvað fær Samfylkingin? Hún fær forsætisráðuneytið sem við höfum lært á tímabili Katrín Jakobsdóttir skiptir engu máli. Það valdalaust embætti, þú þarf að vera að svara fyrir hina, þú hefur ekki svona sérstök þú hefur ekki sérstök völd, þú átt að einhvern veginn að halda þessu saman og einmitt þú þurfa að svara fyrir skammir ríkisstjórnarinnar. Svo fá þeir heilbrigðisráðuneytið sem umhverfisráðuneytið og menningarráðuneytið. Er þetta stærsti flokkurinn sem var að fá þetta? Og svo ertu með flokk fólksins sem náttúrulega étur ég fann það einhvers staðar hvernig þetta var orðað, þetta með 450.000 krónurnar. Hætti það friðardegi, Hvernig það var orðað, held ég að við fundið að við heyrðum þetta alls þar og svo fór ég að leita þessu og ég fann þetta eiginlega skýrast hjá Sigurjóni Þórðarsyni í Norðausturkjördæmi. Við það að merkja XVF á kjördag fá kjósendur í kaupbæti í bætt kjör fyrir eldra fólk og markvissar aðgerðir gegn fátækt sem tryggja að landsmenn hafa úr að ráða að minnstakosti 450 krónur á mánuði skatta og skerðingalust. Og Inga var spurð fyrir kosningar hvaða kröfu gerir þið að fara í ríkisstjórn? Hún svaraði, það óþarfi fyrir formin hinn á flokkana að hringja í mig nefnum fallist á þessa. Er þetta í stjórnarsáttmálanum? Nei. Og þetta munið eftir bréfinu sem Bjarni Ben sendi fyrir kosningar 2013, þar sem hann lofaði að eyða skerðingunum og að bæta kjaraskerðinguna sem hafi verið á ellilífeyri eftir hrun. Það er verið að dreifa þessu ennþá og þetta þetta líklega verið það sem að gróf mest undan Bjarna Benediktssyni í hans stjórnmálferli. Þetta bjóð til rof á milli eldra fólks og Sjálfstæðisflokksins sem hefur ekki ennþá kosið Sjálfstæðisflokkinn og í þessu rofi, hvað var til þar? Flokkur fólksins. Nú mæti flokkur fólksins inn í þessu rofi með loforðið innan úr rofinu og gerir hvað? Þetta svíkjaði bara svo Bjarni Ben. Og ég hef enga trú á því að eldra fólk á Íslandi sé einhvern veginn sáttari við það að Inga svíkiða heldur Bjarni Ben, þó að ég skilji alveg þess að þið eru að segja hér. Það er eiginlega ekkert betra sjónvarpsefni en svona kona sem að Ibbar Gogg við kalla með bindi. Þú veist, það bara, fólk elskar það og það skiptir ekki endilega máli hvað hún segir eða eitthvað svona, bara að láta þess að anskot að heyra það og hún gerir það alveg frábælega vel. Hún er orðið pinni. Já, en þegar á reynir að þá ertu ekki til að skipta fyrir það og 450 krónur á mánuði. Svo bara ég þekki enga sem verið til í það, einhver svona fólk sem er að berjast við fátækt, öryrkjar eða eldra fólk og segja, jú, við höfum alveg skitt og áður en djöfull var Inga góð í kryddsíllinni. Ég þekki ekki þetta fólk, Almenningur er skynsamur, þannig ég held að þessi ríkisstjórn eftir að missa mjög hratt fylgi. Ég sá það í fyrstu könnuninni og ég held að þessi ofmetið hvaða fylgi og þessi meðbyr hún hafði með að við umræðanir hafi verið í fjölmiðlum og ég var alveg hissað þegar ég sá könnunina að þessi samanlagt fylgi flokkarnir komin í 50%.
og ég held í alvörun að þeir myndi liftast upp í 60-70. Ég held að þessi ríkisstjórnar að byrja með kannski 80% stuðning, bara eins og best hefur gerst fyrri árum, en mér syns hún bara alltaf að vera að byrja eða svona svipuðum stað og ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar 2017. Það byrjaði strax að málna undan Flokki fólksins, einmitt út af þessari umræðu sem þú ert að lýsa. Við skulum nú leyfa þeim að fara af stað og sjá hvað verður hægt að gera fyrir þarna. Auðvitað hefði verið betra að hafa það í Ég er bara að nefna það sem hefur komið fram, sko. Ég er ekkert að bölganir. Það er rétt að það er veikandi aðteklega, sko. Yfirleitt er þetta svona þessari greiðsperióðu þá stekkur stuðningu ríkisstjórnina upp í byrjun. 60-70% held ég sé að getur óalgengt í fortíðinni, bara svona til að leifum að fá smá tækifæri til að sýna sig. Bara við allir verið að veifa, þurfum leggur á stað. En yfirleitt þá er ekki byrjuð svona hörð stjórnaranstaða, Kristinn, sko, áður en að ríkisstjórnin tekin til starfa, eins og búið er að vera. En greining á stjórnarsáttmálanum náttúrulega er óskaplega fljót gerð. Það er náttúrulega andskotin ekkert í þessu. Það er bara þannig. Þannig að þú greining sem að þú fórst hérna yfir Smári var náttúrulega bara svo greining sem er til dæmis auglesanleg úr þessu. En af hverju erum við ekki að hlusta á þetta á RÚV eða hlusta á þetta á Vísi eða lesa þetta í mótmælum? Þá ættum við ekkert erindi hérna til þín til að segja þetta nákvæmlega hér, sko. Er það ekki? Býða bara í fagstæki. Nei, að sjálfsögðu það vantar þessa greiningu og greining á því sem ekki er í pappírum er ótrúlega mjög mikilvæg líka, sko, til þess að, þú veist, keisarinn er ekki með fötum, það er oft mikilvæg frétt. En ég held að ríkisstjórnin springi þessu, Viðreisn er bara með allt og mikil völd, að hvorki Samfylkingin með Flokkur fólksins mun þola það til lengdar. En af hverju fenguðu þau svo mikið? Já, af hverju gaf Samfylkingin frá sér? Af því að Viðreisn gat myndað Ríkisstjórn með öðrum en Samfylkingin ekki. Heldur það hafi verið beinhótun? Heldur hún hafi verið með Nei, þú þurft ekki að segja, það bara stóð yfir. Ég get orðið forsætisráðherra með Bjarna og Sigmundi. Já. Ég held það, sko. Líklega. Það virkar sem svona augljósastar skýringin og oft er það þannig að það þarf ekki stórt samsæri til. Þetta er auðvitað að kaupa, sko, Viðreisn til að vera með. Já, allir vissu það við borðið. Þeir völdu, sko. Allir vissu það við borðið. Af því að nú líka tekur Samfylkingin, sko, mjög erfitt ráðuneyti sem er heilbrigðisráðuneyti sem að gefur svona lítið þarna. Það er náttúrulega. Það er yfirleitt að logar allt strax. Eyðimörkin á Suðurlandi komið beint að það er náttúrulega með, sko. Það hefur alltaf verið þannig að fólk tapar í heilbrigðisráðuneytinu. Í gamla daga var þannig að heilbrigðisráðuneytinu var alltaf veikir eða slasaðir eða eitthvað. Það var bara eins og það var eitthvað böl yfir þessu. En ef það er einhvern veginn tóm að fara til að segja við stjórnmálaferðir Svandísar, þá held ég að hann hafi klárast í heilbrigðisráðuneytinu, sko. Já, en svo hefur þetta líka svolítið að gera með bara hvað þú ert að reyna að gera, vegna þess að hérna kemur núna bara kannski hægri konunni mér fram og það, sko, ef við ætlum eitthvað meira að nálgast heilbrigðiskerfi þannig að ríkið eitt geti veitt heilbrigðisþjónustu eins og almenningur vill. Já, sko, máli er ekki bara frekar markmið að veita heilbrigðisþjónustu og að bara það sé sama verð. Nei, ég held að sé þannig að ef þú ert heilbrigðisráðherra á Íslandi þá ert að búa til heilbrigðiskerfi sem almenningur vill. Já. Ef þú vilt búa til einkarekið heilbrigðiskerfi þá skal bara flytja til Bandaríkjanna. Já. Þú veist, sko, hérna, Gunnar. Sko, fyrsta lagi, það er bara einn kaupandi heilbrigðisþjónustu í Íslandi. Það er ólíkt með okkur hér og til og með sér Breitlandi líka. Og það er single payer system, NHS eins og Ísland er með single payer system sem að þýðir það er bara einn kaupandi heilbrigðisþjónustu og það er íslenska ríkið. Þannig að það skiptir Nei, ég hef borgað, sko, í klínikinni sjálfur. Já, og það er vegna þess að klínikin er ekki undir sjúkratryggingum. Það eru 2 kerfi. Já, og 2 kerfi eru, sko, ef þú ætlar að vera með single payer systems og þú ætlar að gera það almennilega, þá hleypur öllum undir sjúkratryggingar. En það sem hefur verið og það sem er ollið því að hér eru orðin 2 kerfi er að við erum alltaf að skipta milli heilbrigðisráðherra á svona 3 til 4 ára fresti. Einn er að vill ekki vera með neinn einkarekstur og ætla sko að refsa þeim sem eru einkareknar bara heilsugæslustofnanir og svo ertu með aðra sem að vilja bara að láta bara alla hjálpa stað því það þarf þorp til þess að leysa vandan, skilur. Þú nefnir NHS. NHS eru grafið að innan með einkavæðingu og útvistun, þannig að það er eiginlega ekki svipur og sjó.
sjón og að hrynja það kerfi og veldur því að sem áður var sko bara krúnudjást Breta. Allir elskuð NHS að núna logar það í sko verkföllum og átökum og að brotna vegna þess að stefna Sjálfstæðisflokksins hefur verið farin bæði af Íhaldsflokknum og Verkamannaflokknum í Bretlandi. Já, áhugavert líka í þessu. Við ætlum að læra af mistökum annarra. Já, áhugavert líka í þessu er að það er ekki bara eins og Danir eða Færingar. Danir eru líka með single payer system. Skotar eru með miklu betra kerfi. Já, Skotar eru með öðruvísi en þeir eru samt sko, en Danir eru líka með single payer system og held ég Norðmenn líka. Þeir hafa ekki eyðilagt það voru náttúrulega hægri stjórnir bæði í Svíþjóð og Noregi og Danmörku sem að þarna eyðilögðu svolítið þarna heilbrigðiskerfið þar með því að koma inn með mikinn einkarekstur og það hefur nú verið sýnt fram á það að mikið af þessum peningum lendir í skattaparadísum og það er nú kannski ekki endilega það sem við erum að fækast. Annars vegar erum við að tala um það að heilbrigðiskerfin á Norðurlöndunum séu ónýt af því það er einkarekstur í þeim en á sama tíma er þetta einn hvað bestu heilbrigðiskerfi í heimi. Þetta voru einn bestu heilbrigðiskerfi í heimi en það hefur mannað ég verða aðeins að segja vegna þess að mér finnst þetta svolítið sko orka tvímælis hérna vegna þess að við erum líka, og þetta er nefnilega svolítið áhugavert en svo tala hvernig stendur því að læknar vil ekki fara út á land og þetta bara alveg gömul og ný saga. En ég ætla bara aðeins að summa saman í mjög stuttum máli þróun í heilbrigðismálum síðastliðin bara svona 50 ár. Fyrir að fyrsta þá erum við orðin miklu betri í að lækna fólk. Skulum bara byrja á því. Og það kostar miklu meira vegna þess að við erum miklu betri og það er bara geggjað. En það þýðir líka að það þarf fleiri, meiri framþróun og það er mikil framþróun á leiðinni og við þurfum að vera opin fyrir því að taka hana inn. Og En ef þetta kostar meira var ekki mistök að lækka skattana á fjármagnseigendur og stórfyrirtæki og svona, var ekki mistök? Já, það sem gerist þegar við lærum að gera hluti fyrst, þá eru þeir dýrir og svo verður alltaf betur og betri og þá verður ódýrara að gera hlutina. Það er bara þróun hluta almennt. Hún er eitthvað með svona og það er nákvæmlega eins með bara heilbrigðisþjónustu og allt annað eftir því sem að við erum betur og betri að gera heilbrigðisþjónustu það eru líka ódýrara að veita hana og ég meina ef við ætlum að tala um hver getur framtíðin verið að þá erum við að fara að horfa miklu bara sko allt aðra heilbrigðisþjónustu við kunnum að þekkja í dag. Gervigreindin er að fara að koma meira inn í þetta. Ég meina við getum verið að horfa á það að þú mætir, lætur taka svona eina stung úr puttunum á þér og svo fara bara líka henni lyf. Það var að horfa á svoleiðis hugmyndir á Netflix, það er svona séría konu sem var feiknarlega rík skamma tíma með því að selja þessa hugmynd. Það reyndist vera bölva hóvaks. Ég er bara að segja sko að máli er að þegar allt kemur til alls að það að einblína á, fyrir mitt leyti, einblína á það hvort að sko íslenska ríkið sé að reka bygginguna og borga launin fyrir nákvæmlega þessa menn sem að veita nákvæmlega sem er heilbrigðisþjónustu og bara Pétur og Sigga með Dómus Medica eða whatever. En þegar almenningur spurður? Já, en þegar almenningur spurður og vill hann bara góða heilbrigðisþjónustu og hann vill góða heilbrigðisþjónustu og hann vill aðgengi heilbrigðisþjónustu og hann vill ekki að það fari eftir í efnahag hvað þú borgar mikið. En við viljum ekki hafa til dæmis tómar skurðstofur inn á opinberum heilbrigðisstofnunum af því að sko 100 læknar eru komnir með skurðstofur út í bæ, það er dýrara fyrir almenning. Það er ýmislegt dýrara í þessu kerfi fyrir almenning. Og þetta er nákvæmlega sem kemur fyrir með Suðurlandi. Af hverju vill fólk ekki fara út á land að vinna þar? Hefur spáð því? Af hverju vill fólk ekki vinna á Landspítalanum? Ég get alveg sagt að það er ástæðan fyrir að fólk vil ekki fara að vinna. Haldur þessi bara launin? Nei, heldur þessi rekstraformi? Það fara aldrei fram. Nei, ég er ekki að segja þessi rekstraformi heldur. Það er lækna skortur í landinu. Já, en ég ætla að segja ykkur hver ástæðan er. Það er nefnilega ekki bara rekstrarformið, nákvæmlega svo rekstrarformið er ekki bara vandamálið. Þetta er fjölþætt og það er einfallega það að ástæðan fyrir okkur fólk á erfitt með fórnarland það eru fáir læknar, það er að vinna ógeðslega langar vinnutíma, það er að og það fær 1 milljón en svo þarf að borga skatt af því og þú ert búin að vera, í 7 ár í námi og þú ert að vinna með gífurlega mikla ábyrgð og þú ert á bakvakt og það er þannig sem það er fyrir læknar út á landi, þeir að vinna sko allan daginn og raun og vera á nætuna líka það hringdi þá og svo allan daginn eftir það líka og aftur. Þetta er bara rosalega, það er bara mjög fáir sem geta þraukað í þessu til lengdar. Og þetta, vinnu aðstæðunar eru vandamálið. Það er það sem að gera verkum að fólk, það er að það sé undirmannað. Þetta leysum við ekki með rekstri. Nei, en við leysum þetta heldur ekki með því að vera bara með opinbera rekstur. Nei, það er líka bara einn þáttur af þeim sem þarf að leysa. Nákvæmlega, sem að þýðir að það að hatast út í einkarekstur er ekki lausnin á þessu sko. Sjálfstæðisflokkurinn er búin að vera meira minni ríkisstjórn síðan 1991, hann mætti þessu með því að leysa þetta ekki. Nei, en ég ætla að segja líka annað,
vegna þess að þetta kemur inn á þegar þú varst að tala með ráðherrastóla og þetta er nefnilega rosalega góð punktur vegna þess að ef að þú ert með segjum þú ert með fjármálaráðuneytið, þú getur alltaf sett aukinn pening hinga og aukinn pening þangað og allt það og það hefur vissulega verið gert en svo þarf þetta að vera með ráðherrana sem að innleiða breytingarnar af því að það er oft gleymist að þegar þú ert í stjórnmálum og þú ert ráðherran eða þú veist í meirihluta eða whatever, þá er þitt hlutverk að innleiða það breytingar sem fólk vil sjá, right? Og það er bara þannig sem það er. Þannig að vera með öll þessi ráðuneyti og vera líka með fjármálaráðuneyti, þá getur þú væntanlega, ef þú ert með góða ráðherra, innleitt þær breytingar sem þú hefur lofað. Það er einfaldlega þannig. En það er ógeðslega erfitt til dæmis að vera, ef þú væri með, ef Katrín hefði verið eða Svandís hefði verið fjármálaráðuneytinu, en hún vill hafa hlutina ákveðin hátt, hún hefði alveg getað sett rosalega mikinn pening í heilbrigðisráðuneytið, en það þarf ekki þar með að segja að ef það hefði verið hægri sinna ráðherra þar að hann hefði innleitt þær breytingar sem hún hefði viljað sjá. Þannig að það skiptir máli mitt hvaða flokkur er með þessa veigamestu stóla en ég held að svona almennt sé með þetta út á land og læknisþjónustu út á landi, hún er miklu verri, er hægt að kenna einhverjum einum flokki það, ég held að það sé ekki svona einfalt sko. Hins vegar að þá þegar við erum að skoða og nú ætla ég aftur alveg að stuða því í dælu sko, að þegar við erum að tala hins vegar það hvar hafa orðið framfærir og hvar hafa hvað hefur verið gert til þess að mæta aðgengis skorti á heilbrigðisþjónustu í Íslandi, því það er vandamáli, opinbera kerfi ræður ekki við þetta og þá hefur einkareksturinn komið og hjálpað. Opinbera kerfi ræður ekki við þetta vegna það er vanfjármagnað. Það er vanfjármagnað? Já, ok. Þannig það er ekki átt að búa til krísu. Þetta er bara vel þekkt að láta opinbera kerfi drabbast niður og segja að einkareksturinn komi og ég get lofað ykkur því að það er engin stjórnmálamaður sem að með sama hvaða flokkan er í sem að hugsa með sér, nú ætla ég að fara á þing og ég ætla bara viljandi láta bara vera vonda heilbrigðisþjónustu hérna, sama hvað gerist fyrir lífi og líkama vina minna vandamanna og annara íbúa, bara vegna þess að ég vil sýna þeim í tvo heimana. Enginn er svona. Það er nefnilega ekki svona. Þetta er ótrúlega, alls ekki. Það er ógeðslega skrítið líka að halda því fram. Nei, það er augljósarastæðar. En þetta er við erum búin að ræða hérna breska heilbrigðisþjónustu og NHS, ég er náttúrulega búin að vera með annað fótinn í Bretlandi núna í 15 ár og þó að það sé búið að naga það að innan þá er þjónustan þar margfalt betri heldur en hér. Ég er líka búið í Skotlandi með unga börn, brilljant heilbrigðisþjónusta. Þetta er einhver mýta sem að lengi hefur verið að hér sé einhvern veginn góð þjónusta svona samanburði við. Ég manna þegar maður var yngri alltaf verið að rakka niður opinberu heilbrigðisþjónustunni í Bretlandi, það voru teppalaga skurðstofur, óhreinindi og mikla og veit ég hvað og hvað. Það var alltaf bara að kjafta því Þannig að ég hef sótt mér heilbrigðisþjónustu til Bretlands og Þýskalands. Ég kallar ekki að mér að reyna að komast til heimilislæknis, ég bara flýg til Belgínar eða panta tíma í London Ég þurfti að sér það heilbrigðisþjónustu og fekk skilaboð að ég þurfti að bíða í ár eftir greiningu hér. Ég flög bara út til London og hringdi í næsta spítala og sagði hvort ég geti fengið tíma. Já, því miður er nú mjög bókað. Ég á ekki neitt laust fyrir en í seinnipart næstu viku. Ég var fullborgandi að því ég nefndi ekki að sækjast eftir því að fá einhvers konar uppáskrift ég ætti rétt á innan NHS. Ég þess að reikna það saman þegar allt var, þannig að ég var fullborgandi utanakomandi þar inni. En þegar ég reiknaði saman allan kostnaðinn sem fórst í þessu, samanburði það sem ég ætti að fá hér eftir ársbíð, að þá var þetta á pari. Þetta er sama hjá mér, ég var í Frakklandi. Þú ert alltaf að fleia hérna út einhverjum. Ég var í Frakklandi, ég leitaði bæði til lækna og fór í rannsóknir og keypti lyf. Það sem ég borgaði þar, full borgandi utan kerfis, var alltaf minna heldur en það var þáttur sjúklingsins á Íslandi. En ég heldur sért í EES.
við erum í EES. Nei, ég hefði þurft að fá heimilislækninga til þess að... En varstu ekki með evrópska sjúkratryggingakortið? Nei, ég var ekki með það. Og ég vildi bara fá þjónustuna strax og eins og maður vill og þannig að... Ég tek annað dæmi. Ég átti penning fyrir þessu og ég bara borgaði þetta en sko það kom mér óvart þegar ég fór að skoða þetta og ég var var ekki að borga, ég var að borga basically að sama og ég hefði borgað hér sem fullgildur þegn í þessu samfélagi hér. Ég ætla að taka annað dæmi að ég skráði mig til heimilis í Danmörku og fór á Hagstofuna og fekk svona kennitölu og þetta dott. 3 dögum seinna þá ringir í mig maður og kynni sig sem heimilislækni minn. Þá var mér úthlutað sko heimilislækni bara á staðnum og hann sagði hvort ég vildi koma í svona tékk. Og ég sagði, nei, það er ekkert að mér, ég þarf ekki að vera tékk, það er ekki fyrir þig, vinnu minn, það er bara fyrir mig, svo ég veit hvernig heilsunaður er. Og ég var kallaður bara inn í tékk, þannig að gekk ég inn í heilbrigðiskerfi í Danmörku. Þegar ég skráði mig aftur til heimilis hérna á Íslandi, að þá var ég utan kerfis í einhverja 9 mánuði og ég fekk flogakast á þessu tíma og þetta fór í alls konar rannsóknir og bara Guð hjálpi fólkinu sem lendir í þessu Ég held að það kostaði mér 350 krónur eitthvað svona bara sem ég borgaði á einni viku fyrir að vera með flogakast. Þannig að íslenska kerfið mætti alveg skoða og bera og reyna að læra því sem er best gert. Ég var annað sem ég man eftir sena þar sem við vorum að ræða heilbrigðismál á fundi og stóð upp svona eldri maður og var að segja frá því að dóttir hans sem bjó í Skotlandi hafi greinst með krabbamein og það var mjög sorglegt að hlusta á það að foreldri fullt af ótt og ugg og hann segir við dóttirina, vill ekki koma bara heim, kæra mín, koma heim og hún sagði, pabbi minn mér bara hvarlar ekki að mér að fara út úr skosku heilbrigðiskerfi til að fara í íslenskt heilbrigðiskerfi. Ég ætla að hvergi betra fyrir mig að vera með mitt krabbamein heldur í Skotlandi, ekki fara heim. Svo þetta er bara staðan sem við verum að fara að horfast í augu við. Það er svolítið sorglegt í rauninni hvað íslenskt heilbrigðiskerfi virðist vera vont í samanburðinum og alveg óháð þessari spurningu einkarekstur eða opinbera rekstur að það er eitthvað í funksjónelt rangt við heilbrigðiskerfið hérna. Bursið frá þessari kostnaðar. Já, það eru 25 ár síðan var í Skotlandi, var þar yfir ár og tvö unga börn, bleiubörn og skráði mig heilbrigðiskerfið strax og það var bara daginn eftir var komin hjúkrunarfræðingur til þess að veita mér heimaþjónustu til að kenna mér að því að það er í feðrólegu að skipta bleiu á yngra barninu og ég búin að æfa mig alltaf á þessu sem er ári eldra Nei. Svo fórum við gegnum ímis hlutum hvernig þetta að sinna unga börnum og ég bara leyfði henni þetta Þeir í Skotlandi eru með það sama og held að Finnarnir hafa byrjað á því að gefa nýjum foreldur svona kassa með svona helstu dóti sem er svona falleg gjöf að börnir eru að verðmeta það sem hægt er að færa inn í þetta samfélag og það er allt í lagi samfélag myndi sína það. Ég ætla að taka annað dæmi sem að tengja svona félagslegri þjónustu. Það var tók viðtal við konu sem átti langveikt barn á Akureyri og þurfti að sinna því og eiginlega bara hætti aldrei vinnu af því hún varð að vera heima alla daga og svo náttúrulega stækkar barnið og það verður erfiðara fyrir hann að þvoða í baðkarinu og hún var að óska eftir að fá svona lyftu sem til þess að koma barninu í baðið og upp úr því aftur. Það tók 3 ár og svo kom lyftan og þá voru hún biluð og öll lýsing hennar á þessu svo náttúrulega verður barnið 18 ára og verður sjálfstætt foreldri og þá fær hún hætt að fá allan stuðning og eitthvað fleira og er bara skilin eftir sem væri að búið að éta hana innan við að sinna sínu langveika barni í 18 ár, eiginlega án alls stuðnings, hún þurfti að biðja allt sem hún fór á milli Pontusar og Pílatusar og hvað þetta heitir, þurfti að berjast fyrir hverju sem er. Svo flutti fjölskyldan, réttaði sérst áður en að var 18 ára, til Noregs. Og það var bara flutt inn og skráð til heimilis og þá mætir fólk frá félagsþjónustunni með svona spjald og segir já, er alltaf þröng hurðin inn á baðið og tröppurnar þurfa að vera svona og mættu bara á löguðu íbúðuna til þess að langveikt barn geti búið þarna. Þetta er bara hinum megin við sjóin En er það þannig að ef þú ert í þessari stöðu þá þarf þú að vera að berjast við kerfið fyrir hverju einustu hjálp sem þú þarft að fá. Eins og þú sett eitthvað sakamaður. Það er eitthvað stórkostlegt að Íslandi sem að þarf að laga. Það er þessi hugsun neysluna á Íslandi og barnavernd og svona hluti sem að við þurfum að laga. Já, til þess með þetta er mjög gott dæmi þér. Svo er það náttúrulega oft þannig eins og þið hafa heyrt með farsældarlögin. Með farsældarlögunum þá áttu að kom miklu meiri peningu vegna þess að við vorum bara að segja að þessi þjónusta sem við höfum verið að veita, hún er bara ekki við hæfið þeirra sáttmálans og mannréttinda sem við erum búin að skuldbinda okkur að efna.
Þannig að það koma farsældalögin og þar með að koma fé til sveitarfélagin því að sveitarfélagin framfylgja sérstaklega framfylgja þessari þjónustu, félagsþjónustunni og þjónustu fatlaða og börn og þess að þar. Og svo bara gerist eitthvað. Þú veist, þess að peningurinn kemur en svo stoppar þetta eitthvað með hér og virðið bara hvað þetta breytir fyrir mig sem notendan, það bara eitthvað með en ekki alveg að rætast eins og það átt að gera. Og það held ég sé oft kjarnin í mikið vandamálunum sem að hrjáir okkar kerfi, hvort sem það sé félagsþjónustan, jafnvel spítalinn, að þótt þú setur peningi í þetta, þá verða ekki þessar breytingar sem að þurfa að vera í þjónustunni í kerfinu til þess að peningurinn leiði af sér þjónustuna sem á að vera gagnvart notendanum. Þetta bara virðist alltaf kapna í millilæginu. Skiljið? Þetta líka eitthvað svona kúltúr sem hérna. Við getum pröfað að tala við öryrkja Tryggingastofnun ríkisins sem að möndi ætla að væri bara haldreipið þeirra. Þú veist, öryrkjar þeir upplifa þessa stofnun sem bara þeir eru í hatusambandi við þetta. Hvaða kultúr þetta á Íslandi? Akkur má ekki Tryggingastofnun vera rausnaleg og almennileg og alltaf reikna með því að Kristi þarf að okkur hjálpa að halda að hann sé ekki að ljúga. Það er þessi sveita ómaga kultúr. Já, hann ennþá þetta er hugafarsbreyting sem þarf að koma þarna til og kerfisbreytingar og reyna að hrista þessu upp í þessu. Mér er alltaf skemmtilegast að sagan af Tryggingastofnun þegar maðurinn sem misti fótinn og varð að fara á hverju ári til læknis til að koma með vottur það að fóturinn var ekki komin tilbaka á hverju ári. Þetta er ekki lygi. Nei, ég held að þetta sé ennþá þannig. Ég held að það sé bara eins með blindir hafa kvartað yfir þessu. Já, fara sönnur á það að þú sért ekki búin að fá sjón eða löppinan í að kraftaverk hafi ekki átt sér stað á liðnu ári. En við vitið að hverju fórum að tala þetta, vorum að tala um skiptingu ráðuneyta. En hérna ef við værum valnefnd hérna og værum að ráða heilbrigðisráðherra og Alma Möller yrði með umsegjenda með sína reynslu, við myndum öll að ráða hana. Við vera bráðalæknir og landlæknir og náttúrulega reynsla hennar og þekking hlýtur að vera með í mesta. En við myndum náttúrulega byrja á því, þetta er náttúrulega pólitískt embætti, við myndum byrja á því að setjast niður með umsækjendum, ölmuð þar á meðal og ræða hvaða hugmyndir þau væri að koma með inn í embætti. Þetta er ekki embætti þar sem að fagmenntun skiptir öllu máli, heldur hugmyndir breytingar og þetta er flókið kerfi, það skiptir miklu máli. Já, ég meina eflaust við skulum bara gefa ölmuð það, hún verður góður heilbrigðisráðherra. Eitthvað bara allt annan að vinna, þá er það líklega fyrstu 9-12 mánuðurnir er bara að setja sig inn í þetta þannig að líklega sleppur hún við það, þannig að hún ætti að geta komið með svona að vinna á fyrsta degi. Það er kannski munurinn. Ég held að í þessu sé bara mikið að vita hvað væntingar maður hefur til þess að það sé hægt að gera með ráðuneyti vegna þess að þetta er náttúrulega þannig að ráðuneyti setur bara stefnu en aftur maður þarf fólk á réttum póstum að innleiða stefnuna og það er eiginlega málið, þannig að hún getur sett stefnu ef að stefnu er góð og hún veit hvernig að virkja fólkið í á þessum póstum til þess að innleiða stefnuna. Hún er góð breytingarleiðtogi, að þá kannski sjáum við betri þjónustu. En það ég veit ekki alveg, hún var náttúrulega landlæknisembættir, hún var náttúrulega landlæknir í landlæknisembættinu. Og þú veist, það var margt þar sem ég hefði til dæmis viljað sjá gert öðruvísi, Nei, það er bara svona. Varandi einmitt þetta að taka út óþarfa skriffinsku í kerfinu, þú veist. Og líka taka slægina við kerfi þegar það þarf. Þannig að í landlæknisembættinu, í landlæknisembættinu, og það er þangað sem að þú ert að kæra til dæmis mistök og fleira. Eða þá ef að þjónustan er ekki nógu góð eða ýmsir hlutir sem þeir eiga að vera að taka á og vera þessi óháða stofnun eða eftirlitsstofnun með heilbrigðisþjónustu á landinu. Og ég veit ekkert endilega, þú veist, ég meina að þau hafi staðið sig vel að mörguleiti, en ég hef aldrei eitthvað séð eitthvað landlækni sem að þorir líka að tala við kollega sína það að það er ekki lægi hvaða er fámennt á spítalunum og hvaða það eru mörg atvik út af bara mönnunarvanda, þú veist. Og að það sé ekki í lagi, Það verður bent á þetta þegar heilbrigðisstéttir fara í verkfall, þá gerður svona neyðarlisti
það er lágmarksmönnun. Yfirleitt spítalinn aldrei yfir henni. Þannig að það var eiginlega besta þjónustan væri í verkfalli. Með 110% nýtingu rúma á Herðan hefur ekki að tala um sjálfstæðarflokkinn og 10% af göngunum með geymslu. Landsfundin í februar í vondaveðrinu. Nú viljum bara fá stutt á greining á þessu innanfrá, innanbúðar. Segðu okkur af hverju óskupur? Fyrst að ég byrja að segja að það fyrir sama hvað fólk getur þótt sjálfstæðisflokkinn að minnsta kosti fólk að tala okkur sko. Fólk alveg það er ekki svona haldni landsfundir hjá flokki fólksins og öllum sem er ekki einu sinni í sjálfstæðisflokknum er mjög and það hvenær við höldum samt landsfund þannig ég er svolítið upp með mér með það en sko ég er ekkert búin að vera neitt sérstaklega mikið inn í þessu máli aðalega þess að ég var bara að halda jól og eins og allir bara upptekin í hátíðunum og svona en eftir því sem ég best veit að þá er það búið að lengi liggja fyrir að þá átti að vera landsfundur í lok febrúar, það var bara búið að plani í svona ár held ég og fólk búið að undirbúa fyrir sig undir það í innastári flokksins við land og sérstaklega þeir sem er að ferðast að ferðast þeim tíma svo var það held ég þannig eftir því sem að hún Andrea sagði að þá voru málefna nefndinar sem að útbúa drögin fyrir landsfund bara ekki búin að vinna þau drög nægilega mikið og ekki búin að ná að klára haldafundi og fleira sem þurft að gera til trufluðust á kosningum mögulega trufluðust á kosningum þannig að þá kom upp einhver svona pæling hvort að þau getu annarkvort hlaupið rosalega hratt eða hvort að það ætti kannski að fresta þessu og svo bara þetta er allavega það besta sem ég veit og svo eru bara mjög margir sem eru mjög hafa mikið óþol fyrir því að fresta landsfundi sjálfstæðismanna vegna þess að þeir hafa ekkert alltaf margir verið haldnir undanfarin ár. Náttúrulega COVID og fleiri mjög löggildar ástæður en sjálfstæðismenn við erum bara við erum bara mikill svona lýðræðisflokkur. Við viljum fá að takast á sættast á okkur að niðurstöðu og allir fá bara sinn tíma í pontunni sko. Þannig og eru bara með þetta mikla starf víðsvegar land og þannig að það vilja margir skipta formann Já, það vilja margir skipta formann og svo eru margir sem að vilja halda í formanninn og þetta er allt eitthvað sem að fólk vill fá að rífast á landsfund. Er það ekki sem stjórna því að fundinu verður frestað? Nei, sko miðstjórn... Það þarf meira svigrúm til að... Já, sko... Akkur finnst mér eins og það hljóta verið eitthvað undirliggjandi að hver á að koma í staðin fyrir Bjarna sem er ástæður fyrir. Er það ekki bara málið? Ég veit ekki, sko. Ég veit ekki alveg hvort ég þorir bara ekki að segja það vegna þess að ég er ekki í þeim búrum sem að... Þorðu. Við möndum fara að reyna að fiska það ef við værum blaðamenn. Við vorum að komast að þessu í gæru. Er einhver möguleiki á að verða eitthvað samkomulag inn í flokknum hver taki við að Bjarna? Nei, við höfum nú aldrei verið þannig flokkur. Við höfum alltaf tekið slægin. Við elskum að taka slægin. 5 í frambóði og svo sem að vinnur á 31%. Já, nei, nefnilega ekki. Sko, það er tvöföld umferð þá. Já. Hver heldur þú að standi upp þess að formaður sjálfstæðisflokksins eftir landsfund? Ég veit ekki, það eru bara rosalega margir sem eru orðaðir við þetta. En hver heldur þú að sé sigurstranglegastur? Ég bara veit það ekki. Ég held að ég veist þetta eru bara mjög margir sem að koma bara, eru flotti frambjóðendur. Ég myndi alltaf að segja að Guðlaug Þórs er flotti frambjóðandi. Þórdís er rosalega flotti frambjóðandi líka. Hún er búin að vill gefa færa á sig í þetta og svo er búið að nefna Guðrún Hafstein, það er búið að nefna Ísdrottninguna Guðrún og Áslaugu og svo las einhver staðar að fólk væri að pæla í Elliða. Það ekki hann sjálfur það? Jú, kannski var það bara hann. Ég las þannig að það væri kannski einhver úr sveitarstjórnarstíðinu. Til dæmis af Suðurlandi. Já, ég er ekki til miður ennþá komin í pottinn, en nei, en sko það sem að... Ég tippa á Áslaugu Örnu, hún tækir það. Já, ég meina það getur allt gerst á landsfundi. Já, það er svona smá útgerðar bakgrunn svona, stuðninguna úr þeim gera eða ekki. Já, ég líka... Hún er komið hingað sem gestur og hún bara, það er svona tökur íni. Sko. En ef að Bjarni býður sér fram og ef það eru tvöfalt, þá ætti hann að ná í seinni umferð. Og hann ætti að geta unni hvert sem að myndi koma með honum að því að hinir armannir geta ekki unnað hinum að vinna. Er það ekki þannig? Segjum að Áslaug Arna færi áfram á móti Bjarna, að Guðlaugs fólkið mun þá kjósa Bjarna en ekki, vill ekki Áslaug unni. Heldur það ekki? Nei, það er alltaf djúpa skurður. Hvernig fór þetta að sé? Var það ekki 60-40? Ef að þeir fara allir fram, sko. Já, ef þeir gera það.
Já, ég veit ekki alveg sko, þú veist, ég held að þetta sé ekki svona klippt á skorið að menn hattist út í hinn og þennan svona mikið sko, þú veist, ég meina ef ég á að segja eins og að þú veist, oft þetta bara svona að eins og fyrir mitt leyti að þá bara byrjaði ég í Heimdalli og var þá að keppast við vinina Áslaugar og hafði þau, en þetta frábært fólk og margir hverjir bara vinir minni í dag sko og svo var Gulli bara ótrúlega góður að sinna okkur heimdallingum á þeim tíma, þannig að við höfum alltaf verið svolítið svona þakklátt honum fyrir það Hann er ennþá Heimdall, ekki? Jú, hann er bara hann var bara, þú veist, duglegur að hjálpa okkur, styðja okkur í þessu og þegar manni vantaði ykkur upplýsingar, hann bauð manni í ráðuneytun og fleiri ráðherra líka og maður man alltaf eftir þess að byrja ykkur svona, þú veist, hver þú veist, bara að sýndi manni áhuga þannig að ótrúlega duglegur hann það og málið sko að þannig að það er ekki oft, þú veist, yfirleitt er þetta ekki þannig að, þú veist, mér er ekkert í nöp við Bjarna eða Áslaugu sko, þú veist, þau eru bara djöflöfluga í því sem þau gera, en Gulli bara var bara hjálpaði mér þegar ég var að byrja og þau er bara góða vinn minn sko. Þú vilt landsfund í febrúar? Já, ég var bara búin að undirbúa mig undir það, annars þarf ég aðeins að breyta fríunum mínum og maðurinn á ammæli þannig líka og maður var búin að alveg stilla sig. Má ég spyrja ykkur hinn, skiptir máli hver verður formaður Sjálfstæðisflokksins? Er líkur á því að Sjálfstæðisflokkurinn breytist einhver leyti eða skiptir þetta einhverju máli? Er þetta bara svona andlis skipting? Mun Sjálfstæðisflokkur tekur við meir og minna reka flokkinn og stefnuna eins og Bjarni? Er ykkur blæbrigði munur á fólki? Ég bara heila veit það ekki, þetta alveg stór spurning. Ég hugsa sko að í grunninn verði þetta jafn hagsmunadrifið og alltaf vegna þess að öðru sig getur flokkurinn ekki fungera sko. En hvort það verði eitthvað blæbrigðamunur og áferðamunur og hversu djúpt er á því, veit ég ekki. Ég hef verið svo lengi í burtu og svo búið að byggja fyrir Valhöllana, maður getur ekkert sko reynda að njósna á glugga lengur fjallar. Þú getur fengið íbúð það og kessir þinn. Ég satt þess að veit það ekki. Þú veist, maður alltaf veit að þessari hagsmunatengingu, ég ætla að tala um útgerðina fyrst og síðast og mokka batteríin, er Guðlaugur Þór eitthvað síðri til þess að vera jafn þjónustu sinnar, hvert þeim hagsmunum? Er það breyting? Nú er ég bara að hugsa upp á því, ég bara reynilega veit það ekki. Þó veist þetta betur en ég. Þóra Kristín. Hvort að Guðlaugur yrði jafn hallur undir útgerðar eða einhver af þessu sem voru nefndir? Já, ég held að Guðlaugur sé eins og Alda var að lýsa, hann sé svona maður fólksins svolítið, hann er svona grasrótar Gulli. Inga Sæland fyrir sjálfstæðismanna. Já, hann er svolítið þannig. Hann hefur svona leitt svona alþýðuna í Sjálfstæðisflokknum mjög vel áfram, er svona maður svona útkverfana og þarna og að því leytinu til er hann svona vinsall, hann hefur verið svona minna tengdur inn í þessa svona beinu eins Áslaug Arna er náttúrulega mjög tengd inn í sko útgerðar þarna útgerðar manna auðvaldi eða hvað maður á að kalla það. Þetta er náttúrulega þarna, það er náttúrulega rosalegt klan sko sem að á mokkan og mjög valda mikið í flokknum. Það er ekki aðalinn í sko mokka. Og hún er mjög svona til hægri í skoðunum og þarna þau hafa öll svona, ég veit ekki alveg svona hvað, jú það verður áferðarbreyting held ég. Það er alltaf breyting með nýjum formanni í Sjálfstæðisflokknum. Ég var beðin að spá árum hver er þið formaður, ég ætla bara að giska á að það verið átök milli svona tveggja megin fylkinga en að endingum muni Guðrún Hafsteinsdóttir vera formaður sem einhver málamiðlun. Ég var búin að spá Guðrún Hafsteins fyrir löngu síðan, ég er ekki alveg að pissa en þarna af því að mér sýnist að Guðlaugur Þór ætla að taka slaginn aftur og þarna hann er ódreipandi í þessu. Hann er ódreipandi. En núna er erfitt fyrir Bjarna að mæta landsfund af því hann hefur gert það áður. Hann hefur sagt að við erum ekki með sama fylgi áður en við erum í ríkisstjórn og við hefum náð í gegn eiginlega öllu því sem að þið hafa verið að samþykkja við gólfið. Hann getur ekki mætt núna og sagt þessa sögu. Nú er hann utan ríkisstjórnar með flokkinn í 19,4 eða hvað það var. Þannig að það er mjög erfitt að sjá það hvernig hann ætti að geta lifað af landsfund. Samanlega En ég veist að Bjarni geti ýmislegt ef hann langar til þess. Ég þarna er ekki viss að hann langi endilega, sko ég held að ego hans og stolt
oft langi til þess, en ég held kannski að hann hafi ekki alveg svona sama kraft og löngun til þess að vera svona innri. Erfitt að hætta núna sem sagt það er leita rétt augnablikinu en sem aldrei til, sko. Þetta erfið brottfararmoment út af legacy og margir hafa farið mjög flatt á því að reyna að hanga til að finna rétta momentið og ég hugsa reyndar að svona hefur verið til í að fara fyrir löngu. Það einmitt málið að þegar þú ert að leita, ef þú ert að hugsa þannig að leita rétt augnablikinu, þá það líklega löngu liðið. En töfum við annar formann, Sigurður Inga, hann náttúrulega alveg í bara kúk og kannel. Hann þeir eru bara með 5 þingmenn og hann rétt sleppur inn sko að hádegi daginn eftir sem á kostnað Willum og hann bara er búinn að vera í fílu. Og Willum vil bara láta telja þá hvernig menn komast að í niðurstöðu að formaðurinn eigi bara að fara heim til sín. Þannig að það náttúrulega ákveður svona neðalegt líka. Framsókn það er bara rosalega erfiðri stöðu, sko. Og bara í hættu. Alveg sama hver reynir að endur þess að Framsóknarflokkinn, það er bara hrikalega erfitt verkefni og ég veit ekki hvort að Sigurður Ingi sé betur til þess fallin heldur bara hver annar, sko. Alveg sama hver ætti að gera þetta. Þetta er sama og við vorum að tala hérna í sumar ég sagði alltaf að Svandís tekur ekki VFG af því að sko, verkefnið er eiginlega óvinnandi, sko. Af hverju ætti hún að taka ákvörðun að fara hann inn? Ég hef Framsókn hlýtur að vera Ingibjörg Ísaksen sem er þarna í fyrsta sæti í norðaustri, þar eru 2 þingmenn í því kjördæmi og hún er við þingflokksformaður. Hún er næstu óþekkt á Íslandi, sko. Já, hún er nú þekkt strax ef hún er formaður. Er þetta ekki bara svona vestlana hólsa sem búið að negla fyrir glugga hvað sem er komið að reyna, er það ekki bara orðið málið, skilur, þetta er einhver pizzastaður eða er þetta ekki bara eins og fáið ekki bara eitthvað replay á því þegar að það var Sigmundur Davíð var menn fyrir austur á fjörðu svo er ekki fundið einhvern til þess að taka yfir þetta hólf og byrja að baka pizzur. Þannig að ég held að það sé mögulega eitthvað sem komið, það er allavega option en þetta er, í dag er þetta bara búið að loka fyrir rafmagnin, sko. Loka fyrir rafmagnin? Tómt verðunar ekki bjassi fyrir önd framrúnar. Ekki sérstaklega, nei. Tómt verðunar blassi armúla. Nei, já, þú sett ekki einum þessu skoðun. Nei. Ég held að tíminn sé bara svolítið, fyrir ekki, að sagan sé bara svolítið, ég hef sagt þetta áður, að endurtaka sig. Og ég hugsa að þeir flokkar sem eru með eitthvað hugmyndafræðilegt akkeri, þeir lifa af svona sviptingar yfirleitt. Og aðrir sem eru kannski ekki með jafn sterkt svona hugmyndafræðilega sérstöðu, sko, að og ekki sterka innviði, eru ekki kannski með sterkt svona grasrótarnet, þeir eru viðkvæmari fyrir þessum stormum stjórnmálana í raun og veru. Þannig að ég veit ekki, ég held að alveg að Framsókn geti átt afturkvæmt, en það er ekki fyrir þeir svara sko spurningunni af hverju ætti maður að kjósa Framsókn. Ekki bara það er best að kjósa Framsókn. Af hverju? Hvað er það sem að þeir standa fyrir? Af því Kristrún gerði það með samfélaginu. Á hún við að Píratarnir sem er búnir en VFG getur komið aftur? Ég held að, ég held alveg að VFG getur komið aftur vegna þess að þeir eru með svona svolítið hugmyndafræðilegt akkeri sem að, þeir kannski núna þá bara var annar flokkur sem var bara meira nýri og spennandi að bjóða nokkuð með það sama og þeir voru að bjóða upp á, þannig að ég held að þeir hafi svona verið í því að tapa þeirri samkeppni í raun og veru en og það er svona kannski þetta líka í stjórnmálunum og því við talum þetta með að fjórða valdið sé orðið svolítið látt, það er ekki að fact-checka og það er ekki að spyrja spurningana og gera Það er bara svolítið að dáið fyrir ekki það er bara, það hefur ekki náðst í lækni til þess að gefa út dánavottorð en bara blaðamennska á Íslandi er bara sem er náttúrulega ákveðin skanda til heilbrigðiskerfis og hefur aldrei verið vald heldur það er engi blaðamaður sem hugsaði nú er ég komið vald, ég sé valdsmaður í fjórða valdinu, það er ekki við Jú, það er nú alveg til Er ekki Stefán Einar alltaf að boða fólk í viðtöl? Jú, en sko... Já, er hann með stefnuvopn? Boða fólk. Nei, málið er bara eitt sem að má þó gefa sko Morgunblaðinu og ég get sagt þér að það er ótrúlega fyndið því allir sé alltaf Morgunblaðið, það er nú bara hægra samstæðarsafl. En þeir sko eru ekkert að hlífa manni neitt þóttum að þessi nú hægri kona sko og samstæðarsafloknum. Þeir bara hjóla í alla. En staðan þeir gera það á mjög mismunandi forsendum Það kallar á heilan þátt að ræða Morgunblaðið en við erum búið með tíman okkar. Já.
Herri, við þakkum ykkur. Það er svo gaman að tala. Ragnhildur Alda, Þóra Kristín og Kristi Hrafnsson, takk fyrir kjálfur komuna. En Hilmar Þór kemur núna á eftir Já. Og við sjáum svo til hvort að við tökum endan á þættinum. Hilmar Þór Hilmarsson, professor, við ætlum að ræða utanríkisstefnu eða það, hvernig má greina utanríkisstefnu nýrra ríkisstjórnar, hvort það sé eitthvað breytingar, horfa kannski til Evrópu og sérstaklega til Úkraínu hér eftir augnablik.
Já, utanríkismál eru alltaf að verða mikilvægari út af hörmungaratburðum út í heimi og svona valda, ég segi ekki skiptum, en svona valdasviptingum í alþjóða samfélaginu, þörf á endurskoðun á öryggisstefnu allra ríkja í okkar heimshluta allavega. Og nú eru stjórnarskipti á Íslandi og þá er kannski eðlilegt að spyrja hvort að ný stjórn boði með sér nýja utanríkisstefnu. Það er kannski erfitt að ráða í það, Hilmar Þór Hilmarsson prófessor. Það er ekki mikið í stjórnarsáttmálunum utanríkismál. Nei, það áttir að koma. Stefnuyfirlýsingunni, þetta er vist ekki sáttmála, þetta er yfirlýsing. Það kallar stefnuyfirlýsing, já, en það er náttúrulega, ég býst því í öryggismálum þá kannski verði ekki mikla breytingar, aðalega Ísland í NATO og við erum með tvíhliða varnarsamning, það verður haldið áfram með það, við náttúrulega erum búin að móta stuðningu í Úkraínu töluvert langt fram í tíman en það sem kannski vekur einna mesta athygli það að það er dálítið breytt stefna varðandi Evrópumálin, það á að segja eigi að kjósa hvort það eigi að halda áfram viðræðunum 2027 ekki eigi síðar en þá en það er töluverð breyting og svo það er eftir svona 2,5 ár getum við að reikna með vorið 2027 eða haustið. Ég skil ekki hvernig þetta á að ganga upp sko, ég heildina með við okkar stjórnarskrá og með við það hvernig á að þetta langa tíma að semja og þetta, ég skil ekki hvernig þetta er hugsað sko. Svo líka vera En er þetta ekki bara þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að ég hefi að viðræðurnar aftur? Jú, þannig að það er sko, svo líka kemur að segja, svo líka gera eina í skýrsluna enn hérna kostu og galla krónunar og evrunar því að náttúrulega öll aðildarríki núna sem fann í Evrópusambandið þau verða á einhverju tímapunkt að taka upp evruna þó þau getur dregið lappir eins og Svíar hafa gert lengi en hérna þannig að það er eitthvað sem að fylgir þessu líka því það myndi koma þó að það tæki nokkur ár minnst okkur 2 ár sennilega mun lengur fyrir okkur eftir að við erum komin inn í Evrópusambandið ef við förum þangað en það sem að ég er að segja það ef að á að gera hérna ef það á að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu 2027 þá þyrfti að sko svo voru kosningar 2008 það ekki og það er mjög hæpið myndi ég halda að vera þetta semja klára samning það er ekki fræðilegur fyrir þann tíma það er ekki fræðilegur sko það þarf til þess að breyta stjórnarskráni það verður að breyta stjórnarskráni þess að ég segja mér þeir sem eru sérfræðingar í stjórnskipun og lögum það er það mikið valdaframsal sem færi fram þarna framkvæmdarvald, dómsvald og löggjafarvald það verður það mikið valdaframsal þá yrði að fara fram þjóðaratkvæðagreiðsla og er stingið að samþykkja breytinguna, tillögubreytingu þingrof og svo er það kjósa aftur. Ertu að segja að það gæti verið að þjóðaratkvæðagreiðsla segjum bara vorið 2027 og það er samþykkt að halda viðræðunum áfram og það sé kláraðu samningur segjum haustið 2028 Alþingi samþykkir það og það er farið í þingkosningar með þjóðaratkvæðagreiðslu samningin á sama tíma og Viðreisn og Samfylkingin og aðrir Evrópuflokkar sé að veðja á það að það sé gott fyrir sig að fara í slíkt. Eða er það kannski bara óraunhæft að það náist að klárast einhver samningur á hverju einu ári? Er það ekki? Jú, þá er að fara í kosningar þar sem að samningarnir eru í gangi. Andstæðingar Evrópusambandsins segja það kjósið okkur að því að við ætlum að stoppa þetta. Evrópusinnarnir segja kjósið okkur að því við ætlum að halda áfram og fara að vilja þjóðarinnar. Getur þetta áhrif? Já, sko, það er náttúrulega alveg ljóst að erfiðustu, síðast þegar fóru fram samningaviðræður við Evrópusambandið, þá voru erfiðustu málin ekki rædd á neitt hátt. Ég meina auðvitað margt eftir ykkur rúmlega 30 kaplar sem þarf að opna og tölvöld að þessu er eitthvað sem við erum þegar búin að skrifa undir með því að vera á sameiginlegu markað Evrópusambandsins. Við erum frjálsflæði vöru, þjónustu, fjármagns og vinnuafls. Það er raunverulega lengra heldur en til dæmis Jón Baldvin sem stóð nú í samningaviðræðunum með ES á sínum tíma segir að við þurfum að gera eins og í sambandi við orkumál og að við höfum eiginlega farið lengra inn í Evrópusambandið heldur en ES samningurinn gerir kröfu um. Já, en allavega við vitum það alveg ef við værum komið sjávarútvegsmálin undir þá er það miklir hagsmunir og það er það erfitt mál að það myndi örugglega taka töluverðan tíma að landbúnaðarmálin myndi líka taka tíma en það er kannski sérstaklega sjávarútvegsmál þannig að þetta myndi taka töluverðan tíma þannig að það væri fræðilega mögulegt að kjósa stjórnarskrárbreytingu
og kjósa leið hvort að einhver aðildarsamningur væri ásættanlega fyrir þjóðina, það er alltaf hægt. Þannig að þá ertu að tala þjóðaratkvæðagreiðslu eina til þess að hvort að ég halda viðræðunum áfram, síðan að halda viðræðunum áfram, síðan þarf að stjórnarskipting, það þarf að samþykkja hann aftur á þinginu. Eftir þinglok þá þarf ennþá að vera meiri hluti fyrir því að samþykkja þessa stjórnarbreytingu og svo þyrfti að þegar væri komin að aðildarsamningum þyrfti aðra þjóðaratkvæðagreiðslu. Við verðum að tala einhverjar 3 minnstakosti þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta er mjög flókið ferli. Stjórnarskráin okkar, hún gerir þetta ekkert auðvelt. Hún samþykkir, hún er ekki þannig að það sé hægt að framselja vald til einhvers aðra stjórnvalds, hún bara leyfir það ekki yfir þjóðleg stjórnvalds á auðveldan hátt, hún gerir þetta erfitt. Getur verið að þessi klausa sé þarna bara fyrir Viðreisn, af því að það er erfitt fyrir Viðreisn að mynda stjórn á þess að þetta sé inni. Samfylkingin undir Kristrúnu hefur verið svolítið efins að sé raunverulega stuðningur í samfélaginu fyrir þessu, að til þess að taka þessi skref að þá þarf að vera, ég myndi rekna með hún myndi orða eitthvað svona viðtakt samráð við aðila vinnumarkaðin eins og okkar fleiri, þannig að sé svona eitthvað svona breið svona afstaða til málsins, þannig að Samfylkingin svona bara sparkar dollunni aðeins á undan sér. Flokkur fólksins vill ekki og segir svo já, spörkum bara dollunni áfram og þegar að því kemur þá bara förum við á vagn þeirra sem að vilja hafna því að alltaf viðræðurnar haldi áfram og vonandi verður það þannig að þessu verður bara hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá förum við bara í kosningar og það er ágætt fyrir Samfylkinguna kannski. Allt í lagi fyrir Viðreisn, við reyndum en þjóðin vildi þetta ekki. Ég er ekki vissum að það sé algjör samstæður í Samfylkingunum þetta heldur ESB allavega. Ég er alls ekki viss það, ég er kannski ekki að fara að telja upp þingmenn en ég held að sé ekki allir sammála að fara inn í Evrópusambandi þar, þetta síðast ég vissi. Kannski gerir Samfylkingin svip og verkamannaflokkurinn gerði eitthvað Brexit, að hver bara kýs með sínu nefi. Flokkurinn hefur ekki afstöðu. En það er allavega, þetta er það vantar alla framtíðarsýn í þetta. Mér finnst að ef þeir leggja þetta fram, þetta kostar peninga. Að halda þjóðaratkvæðagreiðslu. Það kostar peninga að vera í samninga við með Evrópu, það er heil loftbrú. Hvert nú ekki verið að lýðræði kosti pening? Eða tími þetta, ekki bara kostingarnar heldur líka bara að hafa loftbrú á milli Íslands og Brussel út af alls konar fundum. Og síðast var þetta stóðið yfir í nokkur árið ekki og það kom ekkert út úr þessu og þetta kostar mikla peninga og þetta dregur athyglinna frá öðrum málum. Ég er ekkert á móti að þessi greitt atkvæði að þjóðin fá að greiða atkvæði hvort að ég halda þessu áfram þannig að við erum búin í lýðræðisríki og þetta er eitt tækjum lýðræðisins að það sé, ef að það þarf að koma upp svona stóra álitamál að það sé kosið þau en þetta kostar peninga og mér finnst alveg vant þessi stjórnarstefni er svo stutt að það er ekkert sagt hvernig á að gera þetta hvernig er þetta ferli og hvernig hugsa ríkisstjórnin þetta eða hvort þetta er, eins og þú ert að stinga upp á þetta sé bara kannski ekki mikil alvara á baku þetta. Kannski ekki hugsa til enda og ég meina, þetta er svona lítið klausa og við þekkjum það. Það er mjög alvarlegt ef það er ekki hugsa til enda. Nei, ef klausan er á borðinu og það eru 3 ólíkir aðilar sem horfa á hana þá túlkar bara hver hana með sínu nefi. Já, það er bara þannig. Ég ætla náttúrulega mjög stutt utanríkisstjórnin þetta er einhver ein málsgrein, bara örstutt málsgrein. Og það er erfitt að henda reiður á því hvert er verið að stefna en allavega þarna er breyting því að í fyrri ríkisstjórn voru allir flokkar á móti þessu. Það var engin flokkur sem vildi fara inn í aðildarviðræður. Þetta var bara slátt út á borðinu. Heldur það sé áhugi í Brussel að Íslendingar sækjum Evrópusambandið? Já, ég held að það sé við hefðum töluverðan stuðning í Evrópusambandinu. Norðurslóðir er að verða mikilvægari þetta svæði sem við erum á út af öryggismálum, út af auðlindum og slíku þannig ég held að Evrópusambandið hefði töluverðan áhuga við það þjóðverðir hafa alltaf töluverðan mikinn áhuga þegar við komum þarna inn. Nógu mikinn til þess að við fengjum eitthvað svona afslátt af til dæmis fiskveiðistefnunni? Það hefur ekki dreynt á það. Ég meina, ég var sem aðstofamaður utanríkisráðherra að tala um þetta fyrir mörgum árum, það er fyrir alda fjórðungi og þar mann ég fór með utanríkisráðherra til Ítalíu og þá vorum við að tala um utanríkisráðherra Ítalíu sem það fór með formennsku í Evrópusambandinu og hún sagði bara, þið fáið bara 30 ára aðlögunartímabil. Þá snýrist þetta bara með aðlögun. Þetta snýrist ekki það við fengið neitt afslátt eða neitt við erum að fylgja stefnu Evrópusambandsins í sjávarútvegsmálum á endanum en við bara fengjum langan tíma til þess. Þannig að það var ekki spurningin það að gera eitthvað afslátt eða undanþágu heldur
þá var verið að tala langt tímabil. En það grundvallaratriði á Íslandi að Íslendingar hafi yfirráð yfir fiskveiðiauðlindinni. Fyrri kynslóðir mátuðu þessi svo að það var ekki hægt að byggja hér upp gott samfélag nema að við hefðum yfirráð yfir auðlindinni og myndum bæja útlendingu frá til þess að við getum notað auðlindina til þess að verða stoð undir gott samfélag í Íslandi. Þess að landgæði hér eru bara ekki nóg og staða okkur og blá blá. Þó svo að einhver segi þetta verður óbreytt ástand í 30 ár en svo eftir 30 ár þá koma Þjóðverjarnir og Bretarnir og allir aftur inn í landhelgina. Ég sé ekki að það fái samþykkt á Íslandi. Nei, en ég er ekki fylgjandi aðild að Evrópusambandinu. Ég er fylgjandi í lýðræðinu, þannig að ég er ekkert á móti því að fólk sé spurt og það færi fram vönduð heildstæð umræða. Og það sem þau gerir það að þau láta fara fram, gera athugun varðandi gjaldmiðlamálin sem eiga sérfræðingar að gera og við höfum oft gert þetta áður þetta gert 2012, 2018 það er til svo mikið efni það er heilu tonnin sem hafa verið skrifað þetta og mjög færir erlendir sérfræðingar í toppháskólum í heiminum sem hafa skrifað langar skýrslur þetta Seðlabankinn hefur skrifað gríðarlega mikið þetta það er mjög mikið til þessi gjaldmiðlamál þannig að hvað þessi sérfræðingar þeir hafa erlendir sérfræðingar þeir vilja væntanlega fólk sem eru bara hlutlausir og hafa engar hagsmuna að gæta ekki tengt í sjávarútveginum eða landbúnaði með neina, bara einhverju hlutlausir aðilar en þetta er búið að kanna þetta oft áður. En það er alltaf sama niðurstaðan, þú veist það er sagt að kostirnir eru þessir en hins vegar eru gallandi þessir og ef endar þarf eitthvað að taka ákvörðun þannig að það mun ekki einhver sérfræðingar koma og segja bara það eru allir kostir á því að taka upp evruna en engin kostur í krónuna, það mun ekki koma út. Nei, það er náttúrulega besta peningastefnan getur verið breytileg í hvað er að gerast í heiminum eftir tímabilum, það getur verið peningastefnan í dag, það getur verið betra að hafa aðra sveigjanlegri á morgun og það getur verið bara eftir efnahagsstæðum umhverfi að það sé gott að hafa sveigjanlega peningastefnu það sé breytinni. Hins vegar ef þú ert komin inn í Evrópusambandið þá er það búið, þá ertu komið fastgengistefnu og þá verður að fylgja hjörðinni og það er líka annað með sem að fólk eru átt að segja með evruna ef þú ert komin þangað inn, þá ferði ekki þangað út þannig að til dæmis síðast 2018 þegar það var gerð út þá voru sænskir hagfræðingar sem gerðu sérskýrslu og töldu að við ættum að taka upp myntráð það sem að þú bara gefur út peninga íslensku krónu sem er jafn mikið og það átt í gjaldeyrisvarasjóð og það verður þá engin Seðlabankinn myndi þá gera til lengur það verður engin Seðlabankinn til þrautarvara hann geti ekki bakkað bankana það verður ekkert að prenta peninga eða lána ríkissjóði og þeir töldu að Íslendingar réðu bara hennilega ekki við hagstjórn við erum með mjög sterk settafélög og við erum með frekar sveiflukent hagkerfi það eru tölverð átöku þjóðfélaginu og það er ekki komið sátt tekjuskiptinguna alls ekki síður hjá okkur heldur en á Norðurlöndum já, mér er þess að Jónas gamli Harald skrifaði þetta grein í bóks velferðar ekki villigötu sem skrifaði fyrir áratugum síðan það var einmitt að tala þetta sjónum það er ekki sátt í þjóðfélaginu tekjuskiptingu hún er ekki til staðar það er knúið á launahækkanir sem er í nafnvirði mun hærri heldur en framleiðniaukning við erum ekki með neina sátt í þjóðfélaginu og við erum með stjættafélag þáttöku stjættafélag 90% á Íslandi sem er langkæst í Evrópu held ég dölur mikið hærri, sterk félög sem geta knúið á bætur og ég er ekki að segja þau séu slæm en það eru það mikil átöku í þjóðfélaginu svo erum við bara með fábreyttara hagkerfi það þýðir meiri sveiflur í hagkerfinu hjá okkur og ef við tökum Danmörku til dæmis þá skilst mér þessi Danmörk er náttúrulega bara nátengt þýska hagkerfinu það er miklu meiri samstaða að það sé ekki hægt að hækka laun með kannski 1%, 1,5%, 2% á ári, þú komist ekki lengri það og það virðist vera sátt það í Danmörku. Hér er ekki neins sátt það og þannig að ég sé ekki alveg hvernig ég var nú bara er að skrifa kafla þetta núna ég var bara að lesa greiningu á íslenska hagkerfinu frá 1959 og þá var einmitt verið að tala þetta aftur launahækkanir, umfram framleiðsluaukningu og átök og allt þetta líka halli á ríkissjóður er að fara í eina átt sem hendar ekki peningastefninu og svo framvegis þannig að ef við skoðar þetta þá erum við að tala bara svipuð vandamál og voru 1959 við höfum kannski ekki lært svo mikið og það er alltaf sama niðurstaðan og þessi sænsku hagfræðingar Lars Jónung sem hann var til dæmis sérfræðingur í því þegar það var að vera að fjalla Eystrasaltsríkin, þau tóku upp myntráð áður en tóku upp evruna og en það var allt öðruvísi, ég veit hver hann er af því að Norðurlöndin eiga bankakerfið í Eystrasaltsríkjunum það var alltaf öðruvísi á þeim að því leiti að
ef þú ert með erlent bankakerfi og segjum út með sænsk bankakerfi eins og þessu lendur með í Eystrasaltsríkin, að mestu leyti sænsk bankakerfi, þá ertu með backup frá sænska Ríksbank. Þú hefur Seðlabanki Svíþjóðar á bak við þessa banka. Okkar bankar ekki þannig að sko að það sé ekki til bankar til þrautavara, Seðlabanki til þrautavara, hann getur gripið inn í ef ekki kemur fyrir, og að ríkissjóður geti ekki tekið lán. Það held ég að sé mjög óraunhæft með sterk stéttarfélög og það sem ósamstæði þjóðfélaginu. Það sem myndi gera því okkur, það er sennilega gríðarlega mikill halli á ríkissjóði, því að það er knúið fram háar launahækkanir. Við gætum ekki átt við gengið því það verður komið til Frankfurt. Við getum ekki stýrt genginu, við getum ekki gert neitt í vöxtunum. Og við veitum að verðbólga er mjög mismunandi, þó sitt í myntbandalagi, þá er mjög mismunandi verðbólga, þá getur verið munað 10% á verðbólgunni milli landa. Og svona þessi húsnæðisvextir eða vextir sem almenningur er aðgengi að eru mjög ólíkir milli landana. Já, mjög ólíkir og mjög ólík verðbólga, mjög ólíkir vextir og mjög ólíkir samkeppnisskilyrði, og þetta getur því það að þá myndir ríkissjóður þurfa að reka sig með miklum halla. Svo myndir skuldahlutfallið fara upp hjá okkur, við erum núna akkurat á 60%. Sko, meðaltal skuldahlutfall verkleg landsframleiðsla á svæðinu núna er 90%, 88% síðan gáði, samkvæmt Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Við erum 60%, við erum bara alveg innan marka. Þetta myndi keyrast upp og gæti farið upp í það að við myndum bara fara í þrot og hingað kæmi þá Evrópusambandið og Seðlabanki Evrópu og Alþjóðagjaldeyrissjóðs eins og til Grikklands og færi að taka við stjórn landsins. Segja okkur að selja flugvellina og hafnirnar og... Já, ég er ekki að segja, sko, nú er að vera að segja að við séum með hræðslu áróður, ok, en það þarf að ræða þetta allt heilstætt. Svo náttúrulega eru þannig að ef þú ert í myntbandalagi, þá berð þú ábyrgð á fjármálum annarra ríkja sem er í myntbandalaginu. Það er gríðarlega mikið skuldbinding að vera í myntbandalagi. Til dæmis Finnar hafa verið að samþykkja á þinginu sérstök framlög sem eru risastórar upphæðir í slíkan sjóð til að hjálpa löndum sem eru í vandræðum og eru ofskuldug og ráði ekki lengur við sín ríkisfjármál. Og þá verður þú að vera tilbúin að leggja í það. Þú verður líka að vera tilbúin að leggja í því að Íslandi er langt fyrir ofan meðaltal tekna Evrópusambandinu, að þegar að koma öll löndin sem eru að komast inn núna eru sennilega öll fyrir niðan meðaltal, eru öll frekar fátæk lönd og hérna þau eru langt fyrir niðan meðaltal. Við erum þá að vera tilbúin að leggja til þeirra peninga og styðja þau fá styrki til að byggja upp innviði, til að endurskipuleggja landbúnaðar, við getum fengið það líka, byggja upp stofnanir, við getum fengið kannski landbúnaðarstyrki, ég veit. Já, líka í vegakerfi að því að við erum svo fá í stóru landi og þú sér það og ert að til dæmis að keyra í Skotlandi, í Hálöndunum og Eyjunum, og þá sérðu sko, það er merkt á brúnnum og ferjónum að þetta sé styrt frá Evrópusambandinu. Þeir eru mikið í að styrkja sko vegakerfi og innviði í svona dreifðari byggðum. Já, þetta er þannig kerfi hjá, ég veit þetta því ég vann hjá Alþjóðabankanum í Lettlandi á sínum tíma í 4 ár og þá voru við þá fengu þessi lönd styrki til innviða uppbyggingu. Ég tók dæmi af Skotlandi því að Skotland er ekki svona fátækt land eins og Eystrasaltslandi voru og umsóknarnir ríkin önnur en við. Þá fengu þau 75% styrki og þetta komið mótframlög og við vorum að hjálpa það með þessi mótframlög því þeir áttu enga peninga eða lítið og já, þessi lönd fengu töluvert og þau fengu líka til landbúnaðar og þá landbúnaðar væri hjá þeim ekki óhagkvæmur og það er Evrópusambandið styrkir alls konar hluti sem eru óhagkvæmir frá efnahagslegu sjónarmiði og það eru pólitískar ákvarðanir sem þeir eru að taka og þess vegna er kannski hægir og hagvist í löndum þegar pólitískar ákvarðanir hafa kannski oft meira vægi heldur en efnahagslega skynsamlegt að gera það sem við erum að gera. Það gæti komið en ég á eftir að sjá það að Ísland verði svona nettur í sífur að við verðum aðili sem erum að fá meira heldur en hérna við erum að leggja inn. Ég væri forvitilegt að spyrja hvernig landbúnaðar á Íslandi kæmi út úr þessu sem er svona mjög harðbilt að það geti verið að koma peninga þar ekki. Ég hugsa að Brussel myndi eiginlega bara gráta yfir íslenskum sauðfjárbúskap að það væri svo styrkjar væn einhvern veginn að það kæmi hér inn með hjólburur á peningum. Það gæti komið styrkið þar í gegn. Sjávarútvegurinn okkar er ekki, við erum með öflug fyrirtæki sem verður mikinn hagnað og sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins hefur ekki
reynst sérstaklega vel að takmarka sókn og hafa stjórn á fiskveiðum, það hefur ekki gengið vel þannig ég ekki viss að það myndi verða okkur til framdráttar en allavega sko ef þú ert komið evruna þá ertu læstur í fastgengistefnu þú ert með það er bara eini stýrivextir ákveðin fyrir allt svæðið á svæðið það sem er mjög mismunandi há verðbólga við erum í landið það sem að fjármálakerfið er mjög lítið það sem er ekki pláss fyrir marga banka minna bara allt Íslandi er bara eins og lítil borg í Þýskalandi í sjálfu sér ég minna fyrir Deutsche Bank var þetta bara eitthvað lítið þannig að sko hvort við næðum samkeppni það myndi sennilega vexti myndi sennilega lækka eitthvað en ég efast að það er neitt mjög mikið til lengri tíma litið og verðbólga hjá okkur hefur farið mjög lækkandi alveg frá því 1990 ef við tökum 1980 til þessi dag þá var fyrst að 1992 var mikið verðbólga í Íslandi síðan hefur farið hraðlækkandi og það koma tímabila sem við missum tökin af verðbólgunni og það gerðist til dæmis í hruninu 2008-2009 þar sem missum tökin fór upp í 20% eitthvað svoleiðis og svo missum við aftur En eftir það hefur sveiflan á íslensku krónunni verið bara minni eða álíka á evrunar Já og við missum tökin af verðbólgunni líka tölvöld vegna ytri aðstæðna í COVID og svo kemur Úkraínustríðið og svo erum við að lenda í Grindavík og það sem að ríkissjóður þarf að fara að eyða meiri peningum og ef að ríkissjóður er að þenja sig út og þegar það þarf að fara að draga saman og hafa aðhald þá skapar það ákveðin vanda við erum líka svo er líka annað sem máli að Evrópusambandi fyrir utan fastgengi þeir eru með 3% regluna var þetta megum ekki að fara með ríkisútgjöld fram yfir 3% verkri landsframleiðslu hallar ríkissjóði það er erfitt við erum með tiltölulega sterkt velferðarkerfi og í samanburði mörgum finnst það ekki vera nóg sterkt en það er sterkt í samanburði við flestan okkar ríki og það sem er kallað sjálfvirkir hagtefar það er að segja að þegar þú lendir í áfalli þá gerist tvennt það gerist að skattekjurnar minnka þannig að minnka tekið ríkis og sjálfkrafa á sama tíma gerist það að útgjöldin aukast því það eru fleiri sem þurfa hjálp sem hafa rétt á því gegnum atvinnuleysistryggingar og alls konar bætur og það þarf ekki eins og samþykkja lög það er kallað sjálfvirkir hagtefar af því það þarf ekki þingi, það er ekki að fjalla það þetta bara gerist sjálfkrafa, þetta er innbyggt í kerfið og það þýðir það að hjá okkur þegar það verða áföll þá verður meiri halli á ríkissjóði hjá okkur heldur til þess að Eystrasaltsríkin sem er ekki minni velferðarkerfi þau finna miklu minna fyrir þessu við finnum fyrir þessu almenningu finnur líklega meira fyrir því þar það þarf bara að bera höggið sjálfur þú fer bara út á götu þú fer bara út á götu fer að betla þannig sérðu það er þannig en hjá okkur er það ekki þannig að sko að þetta kerfi Evrópusambandsins sem 3% halli á ríkissjóði það gerir ekki ráð fyrir löndum með velferðarkerfi. Þú nefndir hann að 60% að það er mörkina á hvað skuldir ríkissjóðs megi vera. Nú er það þannig að við erum þar en vaxtabyrði ríkissjóðs á Íslandi er margfalt meiri heldur en landa eins og þú nefndir Grikkland og Ítalíu að við erum eiginlega með það vaxtaumhverfi fyrir ríkissjóðs sem er þannig að 60% skuldir hjá okkur að þau eru bara ígildi þess að vera með 150% skuldir á Ítalíu eitthvað slíkt. Mun það ekki lagast að vaxta greiðslur ríkissjóðs við það að taka upp evruna? Ég hef ekki skoðað það nýlega en ef ég skoða bara lánstraust Íslands þá er það mjög gott. En okkur eru að borga svona háa vexti. Við erum náttúrulega að borga svo mikla háa vexti að þessu stór hluti af skuldinni er innanlands, er í skuldabröfu útgáfu til verðtryggðra skuldabröfu útgáfu til lífeyrissjóðanna. Vextir eru mikla hærri hér á landi, við það, út af verðbólgunni. Og þannig ef það verið að taka innanlands, ef við erum að skoða það er 100 milljarðar á ári sem við erum að borga í vexti. Ef þú ert að skoða lánstraust Ísland út af við samkvæmt Moody's Standard & Poor's þessum stóru matsfyrirtækjum þá meta þú Ísland skýtsæmilega getur sagt. Það er ekki Norðurlöndin langt fyrir ofan okkur. Já, sko, við vorum í Tripoli, það er nú ein ástæða kannski fyrir því að hrunið var 2008-2009 að við vorum metið svo rosalega hátt þar og fengum svo mikið lánstraust, vorum með þrefalt Tripoli eða þrefalt A og höfðum þá aðgang að peningum litlum takmörkunum og það var kannski ein ástæða fyrir því að hrunið 2008 var að við höfðum þetta lánstraust sem að síðan var ekki raunhæft, síðan hröpum við niður
en svo höfum við smátt og smátt verið að vinna okkur upp aftur og við erum bara með mjög þokkalega stöðu, við erum ekki komin í þrefalt eða trippulegi ennþá en hún fer batnandi. Við erum bara eitthvað stað svona Slóvakía eitthvað stöð. En ef við erum að taka láni innanlands þannig að við vitum það að vaxta því hérna, verðbólgan hérna er hærri, en sko svo náttúrulega líka er í þessu annað það hvernig erum við að mæla verðbólgu, erum við með húsnæðisliðninni, erum við með reiknað húsalega, hvað erum við með, sko þegar Evrópusambandið er að mæla verðbólgu þá þeir eru ekki með húsnæðisliðninni, þeir eru með samræmdi vísitölu neysluverðs. Þannig ef að við verðum að nota sama mælikvarða á Evrópusambandið, þá væri við bara nokkurn veginn við núna verðbólgu kannski ívið hærri en sérstakur vandi okkar er náttúrulega ónýtt húsnæðiskerfi sem að veldur sko verðhækkunum á hvort sem það er leiga eða kaupar. Já sko við erum með verðbólgumarkið 2,5%, Evrópusambandið með 2%. Og við værum mjög nálagt því að við verðum að nota saman mælikvarða. Húsnæðismálin náttúrulega líka tengjast í við erum vinsælt ferðamannaland og allar borgir í heiminum sem eru vinsæla ferðamannaborgir eins og Amsterdam eða París eða London eða Barcelona eða hvað það er. Það eru allir í þessum skelfilega vanda. Það er fólk sem á fasteigni getur leigtar í skamman tíma á mjög háum verðum og þá fer bara að því að verðeignar hlýtur að tengjast til lengdar hvað tekjumöguleika þú hefur og ef þú ert komin allt inn með mjög mikla tekjumöguleika í svona vinsæla ferðamannastæði sem Ísland er það hefur verið það að þá fara verðin mjög hátt og það verður erfið og leigumarkaðin verður erfiður og fasteignar verður hækkar og við erum bara með þetta og hvernig þetta er að breyta því við höfum verið að reyna að efla okkar ferðamanna innan líka. Ok, þetta er afstaða Íslands og Evrópusambandsins en hver er staðan á Evrópusambandinu? Maður heyrir það og les stundum að það er eiginlega bara dimmt yfir og svona bara vélinn í Evrópu er bara hikstandi og verið búin til skýrslur það að það sé bara einhvern megin inn í Evrópusambandinu, það vantir meiri nýsköpun og eitthvað fleira bara þetta sé kerfi sem er ekki að virka og það bara horfir ekkert vel svona næstu ár og áratugi fyrir Evrópu. Nei, og það hefur bara þessi fastgengistefna, sko ef þú ert búin að koma með fastgengistefnu og þú ert komið með svona mikið að halda ríkisfjármálum og þeir stefna því ekki bara sé hámarkið 3% af verkefnaðsframleiðslu að þá komið það og það á að vera jöfnur að meðaltali þá ertu komið mjög ósegjanlega efnaðastefnu. Það er mjög erfitt að beita hagstjórn og þá er líka búið að taka efnaðastjórnina úr sambandi við lýðræði. Það er að segja að þetta eru embættismenn, Seðlabanki Evrópu stjórnaði embættismennum og hugmyndinni líka svo var þetta ríkisfjármálin, þeir sé bara stjórnaði embættismennum. Þetta sé ekki lýðræðislega stjórnvöld bara hugmyndir eins og þess að búið að finna upp einhverja sigurvél sem við setjum bara í gang þeim kemur þetta ekki við þetta er bara nýfrálshyggjan að við bara setjum hann í gang hún er sigurverk og ef við bara röskum ekki hvernig henni er stýrt að þá mun hér verða allt gott og það er ekki að ganga upp. Nei og þetta þýðir það að þú ert með mjög lítinn hagvöxt, þú ert með lönd sem að við vorum að 60% verið mikið hjá okkur, lönd sem eru komin yfir 200% eins og Grikkland, svo er líka stór lönd núna eins og Ítalía og Frakkland í mjög erfiðri stöðu, sérstaklega Ítalía, líka Frakkland og þetta eru annað og þriðasvölda landi og svo ertu með Þýskaland sem er ekki eiginlega með neitt hagvöxt þeir eru komnir þeir eru á svipuðu róli og við heldur lakari, þeir hafa verið svona aðal fyrirmyndinni og svona vélinn í þessu öllu saman þannig að þetta hefur bara þessi efnastefna hefur þýtt bara mjög lítinn hagvöxt mjög lítinn og Mario Draghi var ekki hann sem kom með skýrslu samkeppnisskýrslu og hann var að segja það þegar hann var að kynna skýrsluna og sagði við hefum ekki mátt að tala helst hagvöxt í Evrópusambandinu í 2 ár þetta er bara feimnismál að tala það þetta er bara dautt, steindautt allt saman og það er vandinn, steindautt hagkerfi og svo bætist náttúrulega við núna ástandi í Evrópu þegar að þarf að gefa í að þá erum við með stríð í Evrópu og það er verið á að fara að draga peninga úr hagkerfinu inn í hernaðarútgjöld og það hjálpar ekki til heldur þannig að núna þyrfti Evrópa að fara að gefa í og hann var að tala um að 800 milljarða evra lán á hverju einasta ári til þess að auka samkeppni og þá voru væntanlega styrkja ný fyrirtæki og frumkvöðla og allavega og
Evrópusambandið þegar eru alltaf skuldur, þá átti þetta að vera sameigilegt allra landana. Mér líst ekkert vel á þetta. Ég held að sko, ef þú ætlar að hafa efnahagsuppbyggingu og ætlar að örva hagvöxt, þá þarf það aðalega að koma í gegnum engageran en ekki gegnum einhvern skrifstofubákn í Brussel sem tekur frumkvæðið. En Evrópa í svona ákveðnum vanda eins og kemur fram í Draghi-skýrslunni og svo sem endalausum úttektum á efnahagsstöðu Evrópu. En á sama tíma stríð í Evrópu og hvati til allra stjórnvalda að auka útgjöldin til hernaðar upp í 2% og yfir það sem að mun leiða til þess að það verður tekið fé úr svona grunnkerfum samfélagsins og flutt yfir í hernaðaruppbyggingu sem að mun ekki auka hagvöxt frekar. Þetta svona staðan og tengist því sem að annar hluti af utanríkisstefnu þessar ríkisstjórnar sem að ég ætla nú bara að vitna í það sem ég hef heyrt þær segja. Kristrún Frostadóttir talar nauðsyn þess að endurskoða öryggissstefnu okkar sem þú haldið því fram að þarf á því út af breyttum aðstæðum heiminum að endurskoða. Ég veit ekki hvort að hún hafi svona sömu hugmyndir og þú hver geti verið endurskoðunin í hverju fælst og ég talað þarf á því að endurskoða öryggissstefnuna, endurskoða bara stöðu okkar í NATO og svona horfa á það hvað ólíkir hagsmunir sem að ríkin hafa þar inni. Þegar Þorgerður tók við lyklunum af Þórdísi Kolbrúnu þá eiginlega þakkaði hún henni fyrir að hennar utanríkisstefnu og var mjög ánægð að taka við henni og gaf henni eiginlega svona hæstu einkunn fyrir það hvernig hún hefur rekið sín utanríkismál meðal annars út af Úkraínu sem að birtist í því hún kallaði sendiherrann heim frá Moskvu og hún tók þátt í mótmælunum í Georgíu og hefur verið svona frekar herskáfi, hún talaði alltaf eins og herfóringi og Þorgerður svona hældi Þórdís Kolbrúnu fyrir hennar stefnu og Þórdís Kolbrún sagði það að Þorgerður Katrín hefði alltaf verið sinn besti stuðningsmaður í þinginu við þessu utanríkisstefnu. Þannig að þessi ríkisstjórn mun halda áfram, ef maður lesi í þetta, að öllu líkindum, halda áfram utanríkisstefnu Þórdísar Kolbrúnar og ef það endurskoðun í öryggishagsmunum okkar þá verður það líklega í anda þess sem að Þórdís Kolbrún hefur kallað eftir sem aukin framlög til hernaðar að við séum, ég man ekki hvernig hún orðar það, verður bandamaður í NATO sem svona orðalagi yfir það að við eigum að fara að venja okkur við það að verja miklu hærri uppæðum í öryggismál og hernaðaruppbyggingu. Hvað hefur eitthvað svona sans fyrir því hvort að það sé vona á einhverju svona breytingum í utanríkismálum að þessu leyti eins og við horfum á öryggismálin? Sko, ég hef alltaf verið fylgjandi því að við séum í Atlantshafsbandalaginu NATO og við séum með tvíhliða varnarsamning en það ekkert vandalaust og við vorum að tala Evrópa og eitt vandi Evrópu sá að hagsmunir Bandaríkjanna sem að leiða NATO og Evrópu fari ekki alltaf saman og það komin alltaf byrjingur í Þýskalandi hvenær alltaf þýsk stjórnvöld að fara að vinna eftir hagsmunir Þjóðverja frekar en Washington hvernig á að fara að hugsa okkur en ekki þá í Bandaríkjunum sem hafa aðra hagsmuni og í stórveldasamkeppni út allan heim eitthvað 700-800 herstöðvar út allan heim og hafa allt annað að djenda heldur en við og sko ég held að við þurfum að auka okkar vegna sem hefur gerst að gerast þá þurfum við að hugsa okkar öryggi en mér finnst ekki að það sé verið að hugsa okkar öryggi til dæmis, ég hef sagt að við áður við erum með hvaða tæki höfum við til þess að hugsa okkar öryggi við erum land sem að við erum ekki eisaseltin, það sem þegar áriðin átök svona shadow war það er verið að skera á kapla, það byrjaði með því að Nord Stream 2 var sprengt í loft 10 milljarða fjárfesting gasleysla sem að frá Rússlandi til Þýskaland sem að eyðilega þýska hagkerfið að stórlega skaða og það er ekki ennþá hefur ekki jafnað sér eftir það og ekki komið ljós hver framtíð ódæðið Já, það er allavega ekki búið að sanna neitt í því og þeir sem hafa rannsakað þetta vilja helst ekki tala það eins og Svíar til dæmis og en við þurfum að hugsa okkar hagsmuni og við á sama tíma og verður að skera á sæstrengi þá landvíkisfjöldin að segja sko þeir hafi ekki olíu á skipin og þeir hafi ekki og svo sveimar þessi eina flugvél ef hún ekki biluð þá sveimar hún við Miðjarðarhafi og ef hún að gera það þá hún ekki að fylgjast með okkar hagsmunum og við erum að leigu þyrlum Já og við þurfum að við þurfum að skoða þessi öryggishagsmuni út frá okkur eigin forsendum út frá okkur eigin hagsmunum og ef við erum tilbúin að leggja eitthvað að mörkum en gera þá eigin forsendum
og svo með Úkraínustríð. Þetta má ég að spyrja þig, Hilmar, ertu þá að segja það að þegar Þórdís Kolbrún er að tala svona aukin framlögu aukna athygli í öryggismálum, að þá sé hún að leggja það til að við gerum meira því sem að Bandaríkin vilja? Mér finnst stjórnvöld allt og mikið elta Bandaríkin og þau eru undir pressu. Ég get alveg ímyndað mér það, ég hef sjálfur sótt leiðtogafundi NATO og sótt NATO-fundi að þá eru allir áþurðar undir pressu að þeir sitja við hringborð og segja frá því hvað þeir sé að fara að gera og þá eru þeir að pressa á öllum að vera verðugur bandamaður sko. En þá þarftu að ef að þú vilt ekki verða svona follower eða elta hina í einhvern hjarðhegðun þá verður að taka okkurna forystu. Og þá þarf að taka forystu út frá okkar hagsmunum. Við ætlum að leggja til að NATO á eigin forsendum. Þannig að, og það eru, NATO hefur hagsmuni og við líka. Og við vitum það alveg út af því hvað að gera svona ára slöfum sér sem Donald Trump vil fara að kaupa Grænland aftur, ætla bara að taka Grænlandi helst, að tala um það. Að það vantar mjög mikið eftirlit og náluslóðum og okkur vantar að fara að fylgjast með okkar sæstrengjum og okkar hagsmunum kring og fyrst við fórum í það að kaupa vopn í þessu Úkraínustríði. Og það er ekki verið að gera það finnst mér og svo líka verið að pukrast með hluti til dæmis þegar var skrifað þennan samning í Úkraínu 25,5 milljarða þá fann ég hann á heimasíðu Zelenski en ég sá ekki neitt á heimasíðu stjórnarráðsins allavega ekki þá þannig að sko við þurfum að taka málin svolítið í okkar hendur og ég held alveg að ef við gerum það þá verður tekið tillit til þess en ég hef ekki séð en Þorgerður Katrín ekkert líkleg til þess að gera það því að hún eiginlega kemur inn í ráðuneytið og eiginlega bara fagna því sem að Þórdís Kolbrún hefur gert. Já, hún tala voðanlega mikið að halda alls konar samráðsfundi sem mjög mikilvægt en hún varnarmálaráðherra hönd Íslands en hún hefur engin tæki til að sinna varnarmálum. Það dómsmálaráðherra sem fer með bæði ríkislögreglustjóra og landhelgisgæslu. Þannig að þú vildir fá kannski varnarmálaráðherra? Ég vil að varnarmálaráðherrann sé ekki eitthvað brandar. Ég vil að varnarmálaráðherrann hafi þessi tæki sem við erum með í höndunum og við getum það ákveðið það, ok, við erum með þessa landhelgisgæslu sem ykkur 2 skip og ykkur 1 flugvél eitthvað og ykkur nokkra þyrlur, hvort sem það eru leiðar eitthvað, byggt þetta upp út á okkar eigin hagsmunum. Og ég veit alveg hvernig það tókstreita milli ráðherra. Ég var aðstofan með utanríkisráðherra, það var alltaf endalaust tókstreita milli utanríkisráðherra og samgönguráðherra flugstofan Keflavíkurflugvelli. Hver sæjum hana? Hún var byggð sem svo gott á Joint Use Terminal sem var þannig að Bandaríkjamenn borguðu töluvert í henni með því skilyrði á hertímum þá væri hún hernaðarmannvirki. Hún ekki venjuleg flugstöð. Hún var byggð sem borgarætt mannvirki og hernaðarmannvirki. Og við þurfum að síðan reyndar árin liðið og Bandaríkjamenn fóru og þannig hún orðin sem sagt borgaraleg núna. Það er búið að stækka hana líka þá frá öðrum forsendum en þetta var þannig en við þurfum að ég held að einhver ráðherra þarf að fara með varnarmálin og fara með þau tæki sem við höfum til að verjast. Sérsveit ríkislögreglustjóra hún kannski meira hugsa vegna hryðjuverka, kannski meira hugsa þannig. Gæslan, hún er meira, hún er svona vísir af sjóher og við erum náttúrulega umkring sjó, við erum ekki eins og Eystrasaltsríkin. Hún er það náttúrulega ekki, hún er náttúrulega fyrst og fremst hugsuð til þess að gæta fiskveiðilögsunar og sem öryggisatriði fyrir fiskiskipaflotan, eða ekki? Eftirlit, björgun og hún er vopnuð. Það er eitthvað mjög lítið en það er eitthvað held ég bara annað varskipið allavega síðast í þess að Freyja var ekki með fallbyssu en ef þú ætlar að vera með löggæslu og tala ekki með að verða átök ef það er eitthvað skip til dæmis ef það er eitthvað skip sem er að sigla hérna í kringum okkur nála sæstrengjum og þú þarfst að taka þetta skip þá gerir þú það ekki með höndunum og þú þarfst að hafa eitthvað opn og vonandi það ekki að beita þeim en ef það þarf að taka þú þarfst ekki endilega herskip til þess að eyðileggja sæstrengi þú getur verið með togara með troll eða með flutningaskip með akkeri sem bara að varpa akkeri á óheppilegum stöðum og draga það eftir sjónum við þurfum að hafa einhvers konar tæki til þess að löggæslu og þá einhverja möguleika til þess að þvinga fram aðra hegðun ef við þurfum á því að halda og þú gerir það ekki algjörlega vopnlaus þannig að ég meina, sko, þetta er volið viðkvæmt mála hér á landi, ég man þetta því það er ekkert, þegar nokkur mánu þá höfðu normenn látið einhverjar vélbyssur, hríðskotabissur sem er alltaf að láta okkur hafa annarkvæmt að gefa okkur eða er að láta okkur hafa það á einhverjum afslætti þetta voru
nokkur 100 byssur, það var stóð til að minnir að landhelgisgæslan átti að fá hluta af þeim og síðan átti sérsveitin að fá hluta og þetta var ógurlegt deilumál hér á landi og það engin samstaða þetta sem við vilja bara hafa landið algjörlega nefnir það, þá var þeim skilað en síðan þegar það var Evrópuráðsfundurinn í Hörpunni að þá keypti löggan annað eins, þannig að endanum komu vopnin til landsins. Já, ég held að sé alveg óhjákvæmilegt fyrir okkur að vera með sko, þannig að þá líka að þjálfa þá aðila sem að fara með þessu vopn og það þarf að passa að þessi notu á réttan hátt, en við getum ekki verið algjörlega á berskjölduð hvað þetta varðar, við verðum að hafa einhver vopn. Það mun verða svona umræð þetta, breytta öryggisstefnu og verður meðal annars rekið innan úr þinginu af fyrirverandi utanríkisráðurum eins og Þórdísi Kolbrúnu og Bjarna Benediktssyni. En það þarf stjórnkerfisbreytingu. En það er kannski ekki að sjá alveg fyrir hvernig þessi ríkisstjórn mun bregðast við með þessu 3 flokkum. Þótt að maður gerir ráð fyrir því að Þorgerður Katrín sé meira og minna með utanríkisstefnu Sjálfstæðisflokksins. Ég held að fyrir utan Evrópumálið þá engin munur á utanríkisstefnu Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins. Og yfirleitt bara svo utanríkisstefna sem að Bandaríkin rétt okkur. Já, sko, það eina sem að gerast núna er það að núna krafan meiri framlög og þá spurningin hvernig bregðustu við fyrir við að leggja peninga inn á eitthvað svona sjóði hinga á þanga til að kaupa vopn eða gera eitthvað eða notum við þessa peningi það eins og síðasta ríkisstjórn var að gera ég sitt í utanríkisstefnu ég millifæri peninga ég þarf ekki að gera, ég bara millifæri peninga þanga og þá erum við góðir eða erum við að reka utanríkisstefnu sem þannig að við hugsaum ok, hér eru okkar hagsmunir við erum með þessar risastóru efnahagslögsögu risastór og við ætlum að hjálpa NATO og við gerum þetta með því að byggja upp eitthvað sem kemur okkur líka til góða. Það er miklu auðveldara fyrir mig ef ég er embættismaður að íta okkur að taka láta millifæra einhverja erlenda reikninga sem við höfum verið að gera mikið reikninga hjá Alþjóðabankanum, reikninga hjá Tékkum út af vopnakaupum og hinga og þanga Sameinuðu þjóðirnar sem það er alltaf eitthvað slíku en ég held að við þurfum að fara að gera þetta á eigin forsendum og það þarf okkur að forystu og það er spurning hvort að þessi ríkisstjórn gerir skipulagsbreytingu og fer svo að byggja upp það sem við þurfum og við gætum ekki okkar innviða í sjónum með því að leggja inn á reikninga til að kaupa vopn til Úkraínu. Herðu, þú nefndir þarna Bandaríkin og Donald Trump sem að taka við aftur sem forseti. Hann með athygli á norðurslóðum svo að verið svona spár það að hann hefði minni athygli á Evrópu en hann hefur mikla talar norðurslóður og það líklega út af stríðinu við Rússland og hann hefur á það að það verið að styrkja eiginlega stöðu Bandaríkjanna gagnvart norðurinu og hann hefur talað að kaupa Grikland Grænland og meiri segja eitthvað stað var talað að Kanada gæti orðið hluti af Bandaríkjunum og svo á svona kortum það sem verður að leika þessu þar Ísland og við erum með varnarsamning við Bandaríkin vegna þess að Bandaríkin telja og hafa talið alla tíð eða alla frá seinna stríði að Ísland sé bara hluti af svona varnarkerfi Bandaríkjanna það er svo óhugsandi fyrir Bandaríkin að Ísland lendi í höndunum á okkur óvinna hér, þannig að Bandaríkjan munu taka Ísland ef þau telja sig þurfa á því að halda. Þessi svona áhersla Bandaríkjanna líklega, það er erfitt alltaf að ráða í Trump, á norðurslóðir. Mun það ekki líka svo okkur einhvern veginn inni í einhverja svona varnar uppbyggingu Bandaríkjanna gagnvart einhverju ógn úr norðri? Er það ekki bara óhjákvæmilegt að það mun alltaf verða meiri og meiri áhersla frá Bandaríkjunum einhverja veru hér, einhverja svona viðurkenningu að þeir geta komið hér eða það við bara munum lifa undir því að við vitum það að það verður ófriður í heiminum að þá munum Bandaríkjunum að koma og taka þetta. Þeir náttúrulega hernám okkur síni tíma, reyndar gerðu þá kröfu þegar tókum við Bretum þá gerðu þeir kröfu að íslensk stjórnvöld bæðu að það kæmi, þeir vildi ekki koma öðruvísi og við erum náttúrulega undir þeirra öryggisreglu og við erum inn á svæði sem þeir líta sem sitt áhrif á svæði. Þeir teljið að vera mikilvægara núna en áður? Já, það var mjög mikilvægt í kalda stríðinu og svo minnkaði það og herinn fór 2006 og svo þetta að koma aftur meiri áhersla og þessi áhugi Donald Trump á
Þetta á sér langa sögu, ég held að Andrew Johnson, forseti Bandaríkjanna, 1867, kring 1860 eitthvað þá, hann hafði áhuga á Grænlandi og Íslandi og ég var einmitt að skoða á netinu skýrslu sem að hann þeir létu gera í Bandaríkjunum, utanríkisráðuneytið Bandaríkjanna gera í 1868 auðlindir Íslands og Grænlands og þannig að þetta er á sér langa sögu, þau voru að kanna hvað væri hérna og á þessu svæði að reyndar á því svæði þá var ekki þessi loftslagsbreyting komin og þessar siglingaleiðir að opna sem gerir þetta ennþá mikilvægra og svo eru auðlindir Grænlands sem eru gríðarlega miklar að verða aðgengilegar og Bandaríkjamenn eru að kaupa sjaldgæfa málma frá Kína sem eru í viðskiptastríðið og þá þegar einhverju af þessum málmum fást á Grænlandi þá vilja náttúrulega komast í það, þeir eru með herstöð í Túlið í norðvestur Grænlandi þannig að sko og svo var það Truman sem bauð Dönum $100 milljónir virði í gulli 1946 fyrir Grænland en þetta á sér tölvöld langa sögu, það gekk ekki eftir. Núna talar Trump svolítið mikið eins og hann bara verði að fá Grænland og þegar og þess að við höfum verið að tala saman í fyrir þáttum að það er svo mikilvægt fyrir smáríki að þessi friður í heiminum. Danir eru smáríki. Þeir hafa verið að kaupa mikið af vopnum Bandaríkjum, F-35 þotur sem eru þessi dýrustu vélar og svo hafa þeir líka verið að senda mikið af vopnum til Úkraínu þannig að samband milli þeirra og Rússlandi er mjög slæmt. Þegar þú komið stórveldasamkeppni á þetta svæði, þú komið með ekki bara með siglingaleiðirnar og þá eru Kínverjar komnir að inn og svo allar þessar auðlindir og Kínverjar líka hafa áhuga því á beinni fótfestu með fjárfestingum á Grænlandi og þeir vildu líka koma hingað inn okkur var þakkað fyrir að taka ekki þátt í því áður en við sem hvað ætlum að gera. Stjórnvöld í Grænlandi svolítið gefið út fótir að þessu til í að semja við svona hin og þessa við svona sjálfstæðis tilburðum gagnvart Danmörku og þau vil ekki vera bara háð dönskum hagsmunum. Nei, mér finnst það vera mjög mikilvægt og þegar við vorum hernum að Bandaríkjunum 1940 2-3 eða hvað það var betra komið inn að fyrst og svo komu þeir og svo notuðum við tækifærið og líktum við sjálfstæði á meðan Danir voru ennþá undir Þjóðverjum og Roosevelt var fyrsti aðilendis að viðurkenna Ísland þetta skipti þetta máli hvort þetta var allt planað áður, ég veit ekki það en allavega hann kom strax skeyti frá Roosevelt viðurkenningu á sjálfstæði Íslands og síðan báðu þeir að hafa aðstöðu hér þannig að kannski hefur þetta allt verið fyrirfram ákveðið og reiknað en allavega ég held að nánari samskipti Grænlands við Bandaríkin séu að því góða. Ég held að Grænlendingar þurfi, ég ætla svo að nefna, auka sem samskipti við Bandaríkin og fleiri þjóðir. Ef þau vera sjálfstæð þjóð, þá þurfa þeir að manna alþjóðastofnanir og þeir þurfa að fara að vinna á ensku. Ég held að séu ennþá voðalega mikið undir dönskunni og ég meina þeir þurfa að fara að vinna á ensku til þess að vera hluti alþjóðasamfélaginu og ég held að auðvitað hafa alltaf okkar samskipti við Bandaríkin alltaf verið umdeilt innan lands en ég held að mörgu leyti hafi þau verið hagstæð fyrir okkur til dæmis Íslendingar töluðu seinni heimsstyrjöldina sem blessað stríðið vegna þess að við fengum það var nú ekki varnarlögin að kenna, það var nú bara hækkun á matvælaverði og öðru slíku að þakka blessað stríðið sem gerði sín okkar ríka. Við allavega Ísland var hermangið var náttúrulega gríðalegt fyrir seinni heimsstyrjöldina var Ísland mjög fátækt land og Bandaríkin byggðu upp innvið í landinu þar á meðal til dæmis eins og ef við tökum eins og Keflavíkurflugvöll að stofni til var byggður á þessum tíma Reykjavíkurflugvöllur á Bretum já og svo Reykjanesbraut þannig að þeir voru mjög mikið í efnahagsuppbyggingu en allt var þetta umdeilt en Ísland þegar svínu lauk þá voru við ekki á kafi skuld eins og marga þjóðir, við áttum innstæður. En við horfum á Ísland frá Bandaríkjunum, nú með inngöngu Svía og Finna í NATO og þá hefur verið herstöðum þar verið breytt þannig að það séu raunverulega svona semi-bandarískar, að bandaríski herinn geti komið og notað þær, það er svona verið að samræma alls konar svona þætti, þannig að mætti eiginlega segja að með inngöngu Svía og Finna inn í NATO þá sé Bandaríki komið með fótfestu í þessu löndum. Er ekki næsta víst að Bandaríkjamenn munu horfa til Íslands og segja við verðum að hafa bara mjög sterka fótfestu þarna? Miklu mikilvægara heldur en einhvers staðar inn í Svíþjóð. Já, íslensk stjórnvöld hafa hingað til vilja hafa meiri viðveru Bandaríkjamanna heldur en þeir hafa viljað síðan 2006 þá var en þeir hafa skipt skoðun síðan þá, Bandaríkjamenn, mikilvægi norðurslóða.
Já, en Bandaríkjamenn við vildum ekki 2006 að Bandaríkjamenn fóru og tóku orðsþóttunar í burtu. Það vildi stjórnvöld Íslandi ekki. Við vildum hafa þessar, við erum ekki með þar í dag, við vildum hafa orðsþóttur sem voru high alert, alltaf tilbúnar í viðbragð, eða var eitthvað þota, eitthvað að nálgast loftir Íslands. Þannig að ég held að sko, það sem á Keflavíkurflugvelli í dag sé minna heldur en að íslensk stjórnvöld myndi vilja. Þau vilja hafa meira. Og íslensk stjórnvöld eru núverandi flokkar og fyrrverandi flokkar og eiginlega mikill meirihluti Alþingis. Það eru allir á Alþingi sem að vilja aukna viðveru bandaríska hersins. Það ekki hægt að sjá að það sé neinn flokkur sem að væri gegn því. Það er 63-0 kosning á Alþingi. Það er allavega þannig að ríkisstjórnin sem hafa verið undanfarið hafa freka vilja að það sé meiri viðvera, ekki minni og það var alltaf lögð mikil áhersla á loftvarnir sem hefum við ekki haft núna nema bara endrum og eins, eitthvað svona loftrýmisgæsla endrum og eins og ég hef ekki og ég meina til dæmis bara það að núna kom í Helguvík öðru hvoru kjarnorkukafbátar, þeir eru kjarnorkuknúnir, einhvern tímann hefði því verið mótmælt. Það er ekki gert í dag. Þannig að sko ég held að sé mjög margir sem vilja bara hafa meiri viðveru og líta á það sem öryggi, þó þetta getur náttúrulega verið allt sem að tvíekja því að ef þú ert farin að byggja stórar olíubirgðastöðvar nálægt þéttbýli og þú ert komið með alls konar birgðastöðvar, við vitum það í stríðinni í Úkraínu þá var mikil áhersla lögð á það að eyðileggja birgðastöðvar en allavega það þú gerir Ísland að skotmarki þú getur, þetta er tvíeggjað en allavega við erum með þetta tvíhliða varnarsamning og við erum með ákveðna tryggingur á Bandaríkjunum og það er alveg ljóst að það þjónar ekki hagsmuni Bandaríkjana að einhvern annar stórveldi nái fótfestu hérna. Bara ein spurning í viðbót frá sjónarhóli Bandaríkjana. Skiptir einhverju máli frá sjónarhóli bandarískra öryggishagsmuna eins og þeir eru skilgreindir í Pentagon að Ísland gangi í Evrópusambandið? Er þeim hjartanlega sama? Eða líta þess á að ég meina það ef að við ætlum einhvern veginn að neyða Evrópu til þess að taka meiri ábyrgð á hernaðinum að þá munu Evrópusambandi líta á Ísland sem hernaðlega mikilvægt svæði og þeir munu vilja hafa þar einhverja aðkomu sem að verður kannski torveldar svolítið okkar stöðu eða hafa það bara enga skoðun á þessu? Já sko, Bandaríkin og NATO og Evrópusambandið hafa verið samstíga í því að stækka NATO og stækka Evrópusambandið til þess að útbreiða lýðræði og útbreiða okkar markaðshagkerfi, okkar hugsun, okkar gildi. Evrópusambandið og NATO hafa verið samstíga í því. Mér finnst svolítið eins og staðan sé þannig í dag að Bandaríkin stjórnar NATO og NATO stjórnar Evrópusambandinu. Því vorum að segja það sko að NATO er svona segir NATO verðabandalagin en aðri myndi segja að það sé hernaðabandalag. NATO hefur stækkað 7 sinnum síðan að Sovétríkin féllu og meðan að Varsjárbandalag var bara lagt niður. Ég held að sko Bandaríkjamenn myndi ekkert kannski setja sig mikið á móti því samt ef ég hef búið í Bandaríkjunum í 10 ára og ég hef talað ýmsa aðila og til dæmis eitt prófessor sem er mjög þekktur í alþjóðasamskiptum í Cornell sagði við mig að sko þið eru miklu sko nær okkur í hugsun heldur en Evrópu. Þið eru bara miklu skildari okkur og ég ekki sattir og meinti það sem hrós. Ég held að hann hafði komið hingað og við að fara á Bessastæð og gert alls konar. Þetta er nú sjálfskilningur Íslendinga líka. Til dæmis Washington State sem ég hef verið gestaprófessor við háskóla þar, mjög sterk norræn áhrif. Það er 500.000 Íslendinga sem fólks að íslensku belgipróti sem býr í Bandaríkjunum. Þannig að þeir segja þetta, en allavega ég heldur myndi ekki setja sig þetta á móti því að við farum inn í Evrópusambandið í sjálfu sér. Þeir náttúrulega vilja hafa þennan tvíhliða varnarsamning og vilja hafa NATO. En ég held að Bandaríkin hafi ekki sérstaklega mikið áhuga því að Evrópa verði alltaf sterk. Sko Bandaríkin vilja hafa svolítið svona Evrópu til að spila með. Sko mér hefur til dæmis sko fundist að það sem er að gerast í Úkraínu það þjónar alls ekki hagsmunum Evrópu. Það þjónar miklu frekar hagsmunum Bandaríkjanna í stórveldasamkeppni. Það þjónar ekki okkar hagsmunum en það er svo að tala hagkerfi Evrópu er í lamasessi. Og það er ekkert sko sem bendir til að það sé að fara að lagast, það er frekar að fara að versna. Þannig að
Evrópusamband og sterk Evrópa ekki eitthvað sem endilega Washington vill og það líka annað að Evrópusambandi hefur talað það að sum lönd, sérstaklega Frakkland en fleiri lönd, hafa talað að það sameiginlega Evrópskan her og við séum minna háð Bandaríkjunum þá það fyrir Austurlandsríkin og sérstaklega Eystrasaltsríkin það tala alltaf á móti því þau treyst ekki Þjóðverjum og Frökkum þannig að sko þannig að líkurnar á því að Evrópusambandi stofni sameiginlegan her og gera eitthvað í öryggismálum eitthvað sem það ekki samstæð það inn í það ekki samstæð það og það sem að Austurlandsríkin hafa á sem eru næst Rússlandi sem enda í þau bara segja bara svo að þau bara segja svo að ef við förum að byggja upp einhvern Evrópu þá erum við bara að veikja NATO og við megum það ekki. Svo enda í krabbameininu í Evrópu sem Úkraínustríðið. Nú stutt í það að Trump tekur við og það voru mikla getsagnir það hvort að það myndi hafa eitthvað svona úrslita áhrif framþróun stríðsins. Maður sér svona yfirlýsingar, nú bara fyrir stuttu frá Zelenski þar sem maður segir eitthvað í þá veruna, ég held að veri viðtalið við Franskt blað að það eiginlega borin von að við getur endurheimt Krímskaga eða Donbass, þau svæði sem við höfum mist og þannig að það svona einhver leyti finnst manni að talið sér í það áttina að það verði bara að stoppa þetta stríðið og semja eitthvað svona frið bara sem allra fyrst. Já. En hins vegar engin ómur af því í íslenskri pólitík, sko, bara engin. Nei, og það líka þú talar þetta. Þorgerður var bara að tala að var að tala eitthvað svona smáþjóði væri háðar alþjóðalögum og bara með sömu orðræðuna og alltaf í kringum stuðningi við Úkraínu, þetta sé öryggishagsmunir Íslands liggi þarna víglínuna í Úkraínu, þannig hún talar þannig, en manni finnst svona víða annars staðar verið að koma eitthvað annar hljóð í skrokkin. Já, svo líka þegar maður er að segja hvernig Úkraínu ljúki þá hef ég fengið spurningar og það er spurningar á samfélagsmiðlum eða í fjölmiðlum bara það hvort að ef ég vil semja í Úkraínu eða við teljum að þeirra semja í Úkraínu og ljúka þessu þá hvort að maður sé tilbúin að gera það sama við Ísland segjum við myndum bara láta hluta af Íslandi til Rússlands eða einhverja bara sem er að herja á okkur til þess að friðþægja þá. Þetta er náttúrulega allt öðruvísi staða, Úkraína hefur alltaf verið mjög klofin, þarna búa Rússar, þarna búa Úkraínumenn, þarna búa Pólverjar, þarna búa þarna búa Ungverjar. Þetta mistökin sem voru gerð í Úkraínu held ég að hafi verið, þetta er bara allt annað. Ísland náttúrulega, við erum með innflytjendur en við erum samt eitt land og við erum ein þjóð og það er enginn að gera þennan landakröfur á okkur. Við erum út í Norður-Atlantshafi og við erum ekki deilum við nein stórveldi og við eigum ekki að vera. Við höfum fordæmt stríðið í Úkraínu en við erum ekki að rífast við Rússa umfram það. En við ég held að varðandi Úkraínu þá er alveg ljóst að Putin hefur sagt það að hann vilji fá 4 oblasts pluss Krímskagan. Hann vill algjört hlutleysi, hann vill ekki NATO. Samkvæmt Istanbúl samkomulaginu eða samningunum sem lauk aldrei var opin leið fyrir að tala Úkraínu færi inn í Evrópusambandi og þeir eru þegar með auka aðild, þeir eru með Association Agreement frá 2017. Það var talað það. En eins og staðan í dag þá ég er algjörlega á móti því að Úkraína láti hefndi 1 fermetra af landi, algjörlega á móti því. En veruleikin er bara þess í dag. Það er búið að taka þetta svæði, stríðið er búið að standa í 3 ár hér í bil og það er búið að færa svo mikla fórnir að það er pólitískur ómöguleiki fyrir Putin að segja ok, ég ætla bara að láta ykkur hafa allt tilbaka og ég fórnaði svo mörgu mannslífum og það skiptir engu máli. Það er pólitískur ómöguleiki fyrir hann en enda er það líka eiginlega pólitískur ómöguleiki fyrir Zelenski kannski að samþykkja þetta svona. Það er hernaðlegur ómöguleiki fyrir vesturveldin að sigra þetta stríð. Já, ég held að sé orðið ljóst að það sé ekki hægt og ef eitthvað þá muni Rússar taka meira og ég held ég þó að Trump hafi sér tekin við og það geti orðið talsamband á milli Putin og Trump sem var ekki með Putin og Biden að þá sé mjög lítið traust. Putin lítur svo á að Minsk-samkomulagið hafi verið svikin, stækkun NATO, það hafi líka verið svik, þó hafi ekki verið að stoppa stækkun NATO hafi ekki verið skriflegur samningur, þá var það talið verið að munnlegt loforð. Það sé svo lítið traust til staðar að ég held að þessi stríð muni klást út á vígvellinum og það verði
frekar því miður Rússum í hag. Auðvitað maður mjög á móti þessu, en það var sko, ég finnst þetta mjög sorgleg niðurstaða, en þetta bara veruleikin og það voru gerð mistök að Úkraína skildi ekki vera federal state, það skildi vera reynt að hafa svona misstýrt land miðað við hversu margskipt þetta land en ég meina sko að halda þessu stríði áfram, ég myndi efast að Úkraína geti haldið áfram að berjast meir en 6 mánuði viðbót og núna til dæmis komin krafa frá Bandaríkjunum það eða allavega tilmæli til stjórnvalda í Úkraínu að lækka herskyldualdurinn í 18 ár í Úkraínu og við erum að tala land sem var 52 milljónir 91 voru 41 miljón þegar stríðið hófst komið kannski niður í 30 miljónir og Sameinuðu þjóðirnar spáði verið 15 miljónir aldamótin. Þetta ekkit góð staða og svo á að fara að slá þessu landi og ólíklegt að flóttafólki muni snúa þar við tilbaka. Já, þeir sem að ég þekki að þeir sem að flúðu þeir eru ekki að leiðin tilbaka og þannig að ég sé ekki, auðvitað getur maður ekki verið alveg viss, en ég sé ekki að Úkraína sé að fara að taka þetta land tilbaka, en Zelenský er búinn að segja það bara nýlega að herinn hafi ekki styrk til þess og að það þurfi þrýsting frá Vesturlöndum, diplomatiska þrýsting, en mér fannst núna eins og áður að í mars 2022 skömmu eftir að stríðið tókst ef að diplomatísku þrýstingur gat yfirleitt gert eitthvað þá hefði átt að beita honum og þá hafði Úkraína frekar góða stöðu á vígvöllum. Rússar gerðu mikið af mistökum í byrjun og þetta var svona peacetime army, þeir hefði ekki verið að berjast lengi og þeir gerðu mikið af mistökum. Úkraínski herinn var þjálfaður og það voru tölupikið af hermönnum sem hefðu fengið þjálfun hjá NATO og þeir voru að stóðu betur á vígvöllinum og þá átti að beita þrýstingi en það var ekki gert og reynda var Joint Chiefs of Staff æðsti hershöfðingi Bandaríkjanna á sínum tíma sagði nú skulum við semja. En það var slegið út af borðinu í Bandaríkjunum, það var haldið áfram í stríðið og núna sýnist mér að allir samningar núna verði svona Úkrænumönnum óhagstæðir. En ég ætla að taka sérstaklega fram að þetta ekki það sem ég vil. Ekki það sem vilt. Sem ég halda bara það, ok. Ég skal taka dæmi Hilmar, ef ég myndi segja það að á endanum mynd þú deyja, Hilmar, eins og allir menn hafa gert og það bara óhjákvæmilegt, að þá ég ekki óskaðu dauða. Nei, sko það verðum að gera okkur grein fyrir því að við viljum ekki hafa þetta svona. Ég var að kenna í Úkraínu, ég kynntist fjölda ungmenna í Úkraínu því ég var að kenna þar í nokkrum háskólum. Heldur að manni finnst ánægilegt að sjá þetta fólk hverfa. Þetta algjör harmleikur. Þetta harmleikur, en bara veruleikin bara svona og við erum komin í stórvelda pólitík og hún algjörlega miskunnarlaus. Miskunnarlaus og hættuleg smáríkjum og það kannski krafan að verði svona endurmetið öryggishagsmunir Íslands og við förum að meta þá hagsmuni út frá okkur eigin hagsmunum en ekki að elta eitthvað stórveldið. Einmitt, já. Svo vil kannski sumir alltaf fram að hluti af öryggishagsmunum okkar að elta stórveldi en þá tökum við bara þá umræðu ykkur tíma seinna. Já. En Hilmar Þór, takk fyrir að koma hingað eins og þú gerir vanalega, þú átt leið bæinn á leið eitthvað út í heim og við skal bara góðra ferðar. En við ætlum að halda aðeins áfram í þessu þætti synir Egils, hinn sonur Egils, Sigurður Magnús hérna einhvers staðar frammi og við ætlum að enda þáttin í smá spjalli okkar á milli.
Já, velkomin aftur. Það högti svolítið á okkur hérna í upphafi árs. Þessi þáttur til dæmis ekki sendur beint út á Facebook eins og vanalega. Facebook náttúrulega furðulegt fyrirtæki sem alltaf að reyna að gera þjónustuna lagari við þá sem að nota hana. Og einhverlega vegna þá alltaf gengið erfiðara fyrir okkur að koma streymin okkur út á Facebook. Þannig ef að þú ert vanur eða vön að hlusta á samstöðuna á Facebook, þá hvetið ég til þess að kíkja á YouTube. Þar erum við líka með beina útsendingar, það gengur miklu betur og eiginlega aldrei neitt högt þar á. Svo ef að fólk vil horfa á þetta inn í stofu á sjónvarpinu sínu, að þá erum við komið þangað, erum með 5 á fjastýningunni hjá öllu þeim sem að skipta við fjarskiptafyrirtæki Símann, þannig að það er ýmis ráð, og svo erum við náttúrulega líka í útvarpinu 89,1 á FM á stóru höfuðborgarsvæðinu, og það má sækja þær útsendingar á spilaran, spilari.is á netinu, þið finnum út úr því, en svo spilar líka app sem má hlaða niður í Símann og þá getið þið hlustað á samstöðuna hvað sem í heiminum. En ég veit ekki hvort ég beðist afsökunar á hvernig Facebook hefði sér, ég ber enga sök á því eða við hérna, en svona þetta bara. Þessi stóru öflugu alþjóðlegu fyrirtæki, það eru ekki svona stóru öflugu vegna þess að þau veiti viðskiptavinum alltaf betri og betri þjónustu, heldur það þvert á móti, þau kína yfir einhverju markaði og vilja stjórna honum og þurrmjólka hann með einhverjum hætti og kaupa frá sér samkynni og þar fram eftir götunum. Þetta þekkjum við allt. Herðu, þetta var ágætið þáttur hjá okkur, Sigurjón. Já. Skemmtilega umræði hérna í upphafinu við Kristín Hrafnsson og Þóru Kristínu og Ragnhildi Öldu. Já, mjög. Og svo tala ég við hann Hilmar Þór Hilmarsson svona utanríkis- og öryggisstefnuna sem að við erum náttúrulega eins og aðrir að reyna að lesa eitthvað út úr ykkur sem ekkert þessi stefnu sem ekki neitt. Nei. Eina nefna það bara einhver uppbygging framöndan upp á einhverja milljarða og... Það er ekki beint í stefnuyfirlýsingunni, sko. Nei, ég er að segja það. En það er eiginlega, máttu heyra á spjallinu, það er eiginlega þrýstingurinn það mun vaksa. Já, að utan. Bæði að utan og innan, held ég. Já, hérna líka. Já, ég sagði það nú að það væri greitt atkvæðu aukna uppbyggingu Bandaríkjahers á Miðnesheiði í þinginu, að þá myndi ég spá 63-0, já, eins og þingið er núna. Ég sé engan í Sjálfstæðarflokknum eða Miðflokknum eða Framsókn eða Samfylkingunni eða Viðreisn eða Flokki fólksins vera á móti þessu. Nei, kannski ekki. Ekki. Já, kannski telja margir er bara nöðsilegt. Þú mennst að hérna í síðasta kjörtímabili þá var hérna Landvernd að segja að það er ekki umhverfisinni á þingi og Ögmundur sagði að það er ekki vinstrimaður á þingi, það er ekki að mynda ríkisstjórn, það er ekki vinstrimaður. Ég held að sé næstu þetta að segja núna að það er ekki friðarsinni á þingi. Nei. Ég held ekki. Hver er þetta að vera? Þetta er svo nýtt þing maður, ég veit ekki. Ég hef enga neittlega ekki áherslu á frið. Flestir sem að tala um utanríkismál. Það er nú ekki allir tjási heldur. Nei, flestir sem að tjási sem utanríkismál tala svolítið, við höfum nú kallaði hérna við rauðaborðið að tala eins og herforingjar. Það er enginn eins og diplomat. Þeir sem tala eins og diplomatar eru kallaðir illum nöfnum. Já, ég sammála því að þetta hefur sko utanríkisstefna núna, hvernig hefur verið svona, alltaf nú svona herskári hefur verið og þessi kaupa vopnum sem er eitthvað sem er alveg nýtt í og að við séum svona fullu í einhverjum svona stórvelda átökum. Já, til að fá að vera á stóra sviðinu þegar myndirnar eru teknar. Heldur að þessum nýkjörnu þingmenn er ekki helmingurinn af þinginu, svo gott sem er nýkjörnir. Meir en helmingurinn ef við tölum þá sem er að koma inn aftur. Já. Eins og Lilja Rafney, Sigmundur Ernir. Sigurjón Þórðarsson. Sigurjón Þórðarsson, já, hann var hann og svo hann Karl Gauti. Það eru 4 sem eru að detta inn aftur allavega. Já. Jú, og hérna fyrirverandi dómsmálaráðherra Sigríður Andersen, það eru 5 sem er komið aftur og þar að veru nokkrir sko fyrir nýja flokka, Karl Gauti, Sigríður Andersen, Lilja Rafney og Sigurjón fyrir nýja flokka. Hann var sko varaþingmaður Flokks fólksins á síðasta kjörtímabili. Já, hann var búinn að skipta en hann var náttúrulega þingmaður Frjálslynda-flokksins. Já, en hann var sem sagt varaþingmaður Norðvestri og hann kom svona að Eyjólfur Ármannsson var nummer 1 og Sigurjón nummer 2 og Sigurjón satt eitthvað svona á þinginu. Er meirið þetta núna en að vera áður? Því að nú spyr ég þið sem gamlan
þingfréttamann að menn sé að skipta svona lið að sé svona gluggi fyrir kosningar þar sem að menn skiptu lið. Nei, það var Kristinn H. Gunnarsson manni var. Hann fór í held ég 4 flokka eða ekki? Já. Hann var í Framsókn, hann var í Frjálslundum, Var hann í Frjálslundaflokknum? Eða ekki? Nei, ég ekki viss. En hann var í þó nokkur flokkum. Hann í Alþýðubandalæginu? Vinstri grænum eða eitthvað, hann var svona vinstri maður. Hefur maður þetta rétt, ég held að. En það þótti sérstætt, en núna eru þess margir sem reyndi þetta en náðu ekki inn eins og Jakob Frímann. Já. En veistu hvað Kristinn H. Gunnarsson gerir í dag? Hann er ritstjóri á Bæjarins besta á Ísafirði. Keypti það útgáfu. Já, nei, Jakob Frímann, hann er varaþingmaður núna. Eftir að honum var bara meinu þáttaka í flokki fólksins. Hann var rekinn. Hann var rekinn úr þessu sem margir vilja segja sér svona hálfgert einkafyrirtæki. Já. En hvað við vorum að tala ríkisstjórnina fyrir þettinum. Og óskallir þessar aðeins internetið sem við hendina hérna. Kristinn H. Gunnarsson, alþingismaður Vestfirðinga fyrir Alþýðubandalag. Svo var hann utan flokka, svo var hann í Framsóknarflokknum og svo fór hann í Frjálslynda-flokkinn og svo var hann utan flokka. Þetta eru 3 flokkar og svo utan flokka. Byrjaði fyrir Alþýðubandalagið. Hann var formaður þingflokks Framsóknarflokksins og formaður þingflokks Frjálslynda-flokksins. Þannig að hann kannski sá eini sem hefur verið formaður tveggja þingflokka. En var hann kjörinn fyrir Frjálslynda-flokkinn? Þá þurfi að lesa svo langt að ég myndi tefja þáttinn. Nei, ekki núna, þú bara verðum að læra heima bara. Næst að Kristinn H. Gunnarsson kemur til umræðu, þá var ég undirbúinn. Þegar að allt var að fara í bál og brand hjá Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki á sínum tíma. Eftir einkavæðingu bankana að þá var þingflokkur Framsóknarflokksins boðaður á fund en ekki Kristinn. Það mátti ekki leka. Nei, ég man ekki eitthvað að hann hafi verið eitthvað þannig en bara að því að hann hefði örugglega verið á andverið skoðun við þingflokkin, ég nefnt að hlusta á mótmæli hans, Hlusta nóg á hann. En það er rétt sem að Kristinn H. Gunnarsson nefndi og við svo sem líka hann nefndi að fyrst að Kristinn Hrafnsson. Já, hvað sagði Gunnarsson? Já, var fastur í honum. Nei, Kristinn Hrafnsson, fyrir ekki að fjölmiðlar verðast ekki vera vantar kappið, Hann var eiginlega óskæftir að það gefið dánarvottorð íslenska fjölmiðla. Hvort að fjölmiðlanefnd geti ekki bara sendað út núna eftir. Það var mjög dimmt yfir honum. Þú ert mikill gagnrýnandi stöðunar á fjölmiðlum í dag, en hann var eiginlega gekk skrifinu lengra. Og Þóra Kristi tók náttúrulega einhver leyti undir þetta. Og við gerum það líka. Þannig að það var hvernig var, sem ég finnst áður fyrr, þegar við vorum blaðamennir svo devaf. Þegar við vorum á lífi. Já, þá höfðum við málaflokka sem vorum að fylgja eftir. Þú varst með efnaðsmál eitthvað svona og ég byrjaði í löggunni, svo var ég með þingfréttamaður seinna og svona var það kottakolli og ef eitthvað var að gerast í okkar málaflokki þá máttu við ekki missa af því, Við verðum alltaf vera, að halda við það séu fréttir frá þessu. Já, halda bóttum á loftu og ef það var ekkert að frétta fyrir en eitthvað svona, þá vorum vissu við hvenar það yrði, vorum við dagbækur að tekka þessu, þarna og eitthvað svona. Ég held að þetta sé ekki. Nei, kannski erum við lélegir kennarar. Ég veit ekki, ég mani til þess að stundum því að ég byrjaði ungur í svona efnaðsmálum, ég man ekki út af hverju, mér varst það bara veikleiki inn á devaf og svona setti mig svolítið inn í það. Já, svo sem góður að reikna, ég maður. Já, eitthvað svona, en maður vissi svo sem ekki mikið. En ég kom mér upp svona ráðgjafa hóp, bara fólk sem var auðvelt að leita til og maður gæti leita til þess að ég er að fjalla gengisjöfnuð, ég bara man ekki alveg hvað er það og bara flett upp í fólki, en líka svona hvað heldur að myndi gerast ef þetta myndi gerast og svona. Og svo var ég ritstjóri seinna og var svona beina fólki á því þegar það kannski, þú getur alveg tekið þetta þegar þú bara kemur upp svona litlum svona ráðgjafa hóp út í bæ, kannski svona 10 manns og eitthvað svona, svo tekur á þessu reglulega.
Og ég veit ekki sko hversu vel mér gekk að fleita þessari aðferð áfram sko. Kannski hlustaði enginn á mig. Þegar ég var nýliði á DFF þá var að fyndið að því að ég kom beint frá Ólafsvík sem hefur verið sjómaður að það var Alexander Stefánsson félagsmálaráðherra og þeim þóttu að fyndið að ég færi á fyrsta blaðamannafundin hjá Ólsarónum. Ok, ég gerði það og þá það ekkert annað maður bara burðaþol húsa, maður bara annarkvæmt hús í landinu bara að vera að hrynja og voru búin að vinna út 10 hús og ég verið að viðurkenna það, ég svona sjóarinn burðaþol húsa, ímyndað mér þetta, þannig ég hringdi í bara einhvern verkfræðing sem ég fann í símaskráni og hann var svona leiðilegu við mig maður, alveg hrind. Þannig ég get alltaf leita til hans ef ég var í einhverju vandræðum. Hann var alltaf tilbúinn til að hjálpa mér og allt sem hann sagði var rétt og kom fram og allt það. En þá var það líka, þetta voru 10 hús og þá sagði bara Jónas Kristjánsson, það var trúnaður hvað húsið þetta væri, sko. Þá sagði Jónas, ég ætla að lesa það í DFF á morgun, Sigurjón. Já. Og hann áði einu fyrst á Foldaskóli og svo svona kollakolli. Ég var í þessu bara, ég varð að vera í þessu því að þetta eru DFF á morgun alltaf svipan sem var notuð sko og ég held einhvern veginn að þetta sé ekki lengur sko, þessi pressa innanhús. En má vera að vörn, til dæmis að þau vorum að tala þú veist, stjórnarmyndunum viðræðnar og það bara var ekkert að frétta og Kristinn og þú tókst undir sagði það veri bara, þarna voru blaðamenn og fréttamenn að koma bara kvöld eftir kvöld og segja ég hef ekki unnið vinnuna mína, ég veit ekkert hvað að gerast þarna eitthvað. Getur verið að sko flokkarnir og séu bara betur varðir fyrir þessu ráðu var, að það við gætum alltaf fundið og einhverja í flokkonum sem var hægt að spjalla við og fá svona meir og minna að vita hvað var í gangi sko. En kannski það núna að sú hegðun þykir bara óásættarlegin í flokkonum og það bara meiri ægi og ég man að við vorum handa fyrir jólin í stjórnarmyndunum viðræðunum þá datt okkur í huga að fá þingmenn úr þessum 3 flokkum til þess að spjalla sem nýkjörðu þingmenn. Ég töluðu ekki við 25 eða eitthvað og við náðum 2. Já, ég talaði við allan að þarna Guðmund Ara. Það var alveg bara ótrúlegt hvað fólk var mikið upp í sumarbústöðum eða á leiðin nokkri þóttust vera á leiðin upp á Esjunni og var ótrúlega mikið að barnaafmælum og það var bara þorðið enginn að mæta vegna þess að líklega hefði fengið bara yfir sér skammir sko formanna. En Smári, Davíð Oddsson hann bjóð til mikinn aga í þingflokki í Sjálfstæðisflokksins. Það var alltaf einhver sem að var Já, það ekki, já. Það alltaf einhver. Og svo fær maður eitt lítið brot eitthvað staðar og hringir með það í næsta og svo þetta við kunnum vinna leik. Já, þetta sjá þetta í svona löggumyndum, hvernig verið að yfirera fólk. Að þú kemur með einhverja sem virðist vera sko eins og eitthvað staðrind og annarkvæmt andmæli maður í því ekki, þannig þú getur alltaf fengið eitthvað svona mynd á því hvað að gerast. En það var okkur ekki bóðið upp á það. Ég vil ekki tjá mig, ég vil ekki tjá mig. Segðu mér maður já eða nei. Nei, ég vil ekki, hvað, bara segðu mér já eða nei. Svo það líka eitt í þessu sem að vantaði í þessu umfjöldun. Að það kosið þing og svo einhverja 3 að mynda ríkisstjórn og náttúrulega með einhverjum svona varaformánunum oft einhverjus. En það náttúrulega frétt hvaða afstöðu allir 10 í flokki fólksins hafa til ríkisstjórnarinnar. Hvaða mál þeir talið vera mikilvægustu. Þannig þú getur alveg verið að fjalla stjórnarmynduna verið á þess og viti hvað að gerast í bakherberginu. Já. En þetta einhvern veginn, þetta dottið fyrir. Já, það hefur engin tilkynning borist stjórnarmynduna viðræðunar ennþá, þannig að við snúum okkur þá bara út í heim. Svona voru fréttinnar. Já, þetta svolítið. Ég held að ægin sem minni, við ólust uppið að Jónasar Kristjánssonar. Kannski ægin öðruvísi að þú verður að skila 25 fréttum inn á vísi.is. Jú, svo það reyndar alveg galið, sko. Netmiðlar gleypa allt, sko, fyrir alltaf sangir, sko. Það var að fóðura dýrið endalaust. Sko. Það ömurlegt að vinna undir svona netmiðli, að vera að moka í hítina endalaust. Já. Ég lifi mig nú með litlu miðjuna mína, ég bara ég eins og mér sýnist. Ég skrifa þegar ég svangur og sef þegar ég síður. Það var ótrúlegt, svo lesturinn yfir jólin, það var bara upp úr öllu valdi. Ég bara
ekki séð að það er eins tölur, sko. Var ekki fólk að taka upp pakkana og borða Nei, það var kannski ekki klukkan 6 á aðfangardag, sko, en ég er að segja bara yfir þessa daga, þetta er búið að vera alveg ævintýralegt. Þannig að fólk þystir í fréttir það er annar vandi, sko, að það er endalaust fréttaþorsti. Svo eru komin sko podcastet allt og það er ekkert alveg það sama. Alveg svo við núna, við erum svona bara í einhverju podcasti, við erum að spekulera, en við erum ekkert endilega með sko blákallar staðrindi sem við erum búin að tjekka af og svona, sko. Spekulatíft tal sem er hluti af fjölmiðlum. Ég var því að ég tók mér svolítið frí yfir jólin. Það var búið að vera fannst það bara sniðut að þeir voru svo mikið frítugum og var ekkert að ég hlusta ekki á kryddsíldina og ekki í áramótaávarpinu. Ég er ekki búin að horfa á sko þáttinn með Vigdísi og þannig að ég horfði á áramótasköp með svona hálfum huga, þannig að ég er ekki til frásögu eiginlega hvað var að gerast. Þú ert ekki búin að sjá kryddsíldina? Nei. Þú verður að gera það. Ok, þá bara hlýði því og hlusta á hana leiðin heim. Já, bara í alvöru. Það er bara, það er merkilegasta kryddsíld sem hefur verið. Þetta setja hana bara á svið í Borgarleikhúsinu og leikana. Já. En ég fór í gær og rendi yfir svona nokkuð podcast. Djöfull eru við gaman að hlusta á hægri podcastin. Þeir eru svo fúlir kallarnir. Alveg ótrúlega bara, þeir finnst allt ómögulegt. Þeir hafa enga trú á neinu bara. Nei, þeir eru alveg, þú veist, þeir eru ekki eins og Hannes Hólmsteinn er alltaf þetta fram. Hægri fólki sé alltaf svo líga glað og grilla og, ég man ekki, á daginn og græða á kvöldin. Græða á daginn og grilla á kvöldin. Já, eitthvað slags. Þeir eru rosalega fúlir. Þeir líst ekkert á þetta. Hann segist aldrei að vera eins samingjusamur. Hannes, hann er að senda myndir frá, hann er mjög ánægður með líf sem hann tekist að byggja upp í Ríó, í Breslu. Já, hann er í sambúð með manni sem Tveimur eða ekki? Nei, hann er sambúð með manni sem er 47 árum yngri en Hannes og svo á hann eitthvað á fóstursinni. Já. Með þess að mynda hann með svona ungan strák. Nei, ég trúi þessu. Ég skrifaði upp úr þessu, ég var í sunnudagsmókunum og ég að því að það hefur svona kynið hans hefur verið svona aldrei opinberast, sko. Nei, hann hefur ekki svona komið út úr skápnum. Jú, núna. Núna. Það sem ég fannst það bara. Og hann ekki samur, eða ekki? Mér fannst það merkilegt mál, þannig ég setti það á vefinn hjá mér, sko. Mér fannst það mjög merkilegt mál því að bara frá því að við vissum hvaða maður þetta var þá hefur við svona haft svona grunum kynferðis en núna þetta var ekkert svona þetta er ekkert vel varðveitt leyndamál. Nei, en hann kaust það eins og margir aðrir að ekki ræða það. En er byrjar á því núna. Svo kom hann núna. Og veitur hún hamingju að gangast við í hver hann er óbyrjulega og líka það að eignast fjölskyldu sem að hann hefur náttúrulega ekki verið fjölskyldumaður. Náttúrulega ásýna sko uppruna fjölskyldu. Jó, en sjálfur, já. Og frængur og frændur, hann er mikið að birta myndir af sko frængur sínum og frændum sem að börnum. Það sagði mér einn, hann var með svona íbúð í kjallaranum sem hann leigði ungum sjálfstæðismönnum. Þannig að það gengu alveg hver á fætur öðrunar. Á Hringbrautinni. Og það sagði það að Hannes hann bara, þú veist, bara börn, hann er algjörlega blindu fyrir börnum. Hann getur ekki svaraði hvort þetta barn sé 2 ára eða 14 ára. Þannig að það er ekki fyrir að fæ kosningar eftir sem hann sé. Sem hefur áhuga á því. Það var reyndar, ef ég má skjóta, en mér finnst það fallegt að hann er núna kominn á áttræðisaldur, byrjar að sjá fegurð lífsins í fjölskyldunum. En það var þú segir þetta, að ég tók eins og viðtali við Jón Baldvin og Glúm, sem var eitthvað svona feðra, nokkra feðra. Og þá sagði Glúmur sko, að pabbi sinni hefði ekki tekið eftir sér fyrir hann að gætt verið að rífast við hann pólitík, sko, eitthvað 14-15 ára. En fyrir þann tíma hann ekki vita að hann verið til, sko. Þannig að hann hefði ekkert gagna að einu samtali nema væri pólitík. Þannig að menn geta orðið svona svolítið einsýna. Það er gaman að Hannes sé að vakna til lífsins. Hvað? Kannski mun hann renna upp fyrir orðunum að þessu trúabröð sem hann hefur verið að boða undanfarið séu líklega tómt rugl. En hann var reyndar að gefa frá sig ykkur að bók, sko, viðtali sem að ég sá þetta tilefni var útgáfa á bók
en að því að ég blaðamaður og les ég svona fremst og svo les ég næst smá stubb, svo fer ég lokin og þar kom fram þetta með hamingjuna og það allt saman og sambúðuna Hann hefur verið að skrifa bækur, meðal annars hefur hann reynt að sína fram á að Snorri Sturluson væri nýfrjálshyggjumaður. Það er verið að draga svona úr mækisugunni stuðningsmenn við sína eigin hugmyndir. Kostulegt. Og bara svona storminn úr sögunni. Já, þetta er ekki gefið út af svona think tank sem að rekið af þeim svona flokkasamtökum sem að sjálfstæðisflokkur tilherði og Meloni Ítalíu er núna formaður fyrir það en sjálfstæðisflokkur hefur gengið út úr þessu og gerði það á sama tíma og breski íhaldsflokkurinn sem að tengist líklega bara því að Breitlandi kom út úr Evrópusambandinu og þau þurfi ekki að vera í þessu svona Evrópuskeptísku samtökum sko. En þessi think tank hefur gefið út mikið af þessum ritum Hannesar sem hefur ekki gefið mikið af svona ritrýndum ritum yfir sína prófessóratíð Hannes. Það hefur mest verið svona alþýðufræði gefin út af einhverjum think tankum sem eru rekin áfram af stórefnuðu fólki og svo ferðast hann heiminn og heldur svona ráðstöðum meðal hans í Las Vegas sem yfir eldri borgurum í Bandaríkjunum. Það væri kannski mun Vesturport búa til þáttaröðum Hannes og henni væri nú frábær persóna í svona Já, mjög alveg frá því að Hannes á horninu og svo þegar hann var að kíkja fyrir hornið og til flotta myndir Ég man eftir honum þegar ég var ungur kannski ég man ekki hvernig ég var ungur ég er svona 70 og kannski 7 og svo kom borgin og opnaði og svo var óðal og þetta svona sumrin að þá voru svona oft svona fullt af svona fólki þarna þá man ég eftir honum og þá er hann líklega kannski bara verið sumar og er að koma fríi frá náminu sinni í Oxford eða eitthvað þá man ég stundum eftir honum að sem hann var að rífast við svona vinstrimenn og tók svona marga á og mér fannst það svona Töldi fjöltefli? Já, mér fannst það svona þá var hann gagnrýnandinn sem var að koma en síðan var hann náttúrulega hluti af valdinu bara mjög stuttur síðar og var svona leiðilegri verið að segja það sem hann var alltaf í vörð fyrir Davíð og allt þetta og ég er svo sem ekkert fylgst með Hannes í svona undanfærin 30 ár sko ekki búist við neinu merkilega Þið voruð oft í svona tölvust mikið við á tímabili Við vorum málkunnir sko, við hittust bara þegar við spjöldum saman. Það var nú aldrei heimildamaður minn, en það er hann alltaf sko, það er erfitt að heimildamenn sem er alltaf í skák. Ég held til þess að fólki hafa í huga þegar er að lesa til dæmis fréttaskýringar Össurar Skarphéðinssonar á Facebook, að þetta er maður sem er í skák. Allt sem hann segir er til þess að knýja fram einhverja tiltekna stöðu sem hann vildi sjá. Þannig að svoleiðismenn geta mjög erfiðir heimildamenn, þess að þeir eru alltaf eiginlega þeir ráðu ekki við það, þeir eru alltaf að plata svolítið, þeir eru alltaf að draga fram svolítið afgerandi línu. Össur er svo ritfær sko, hann skrifa svo góðan texta. Heyrði það eins og viðtal við fólki sem er með þingræðurnar, skrifar upp og að sagði ykkur að eini þingmaðurinn sem kemur og lesi yfir sjálfan sig, það er Össur Skarphéðinsson. Sem var kannski bestur í skriftu bestur í íslensku og frágangi á texta það var eini maður sem kom til að lesa yfir kannski er þetta eitthvað breytt núna, ég veit ekki en þetta var sagt á Ég man eftir að því út að tala svo gamla blaðamennsku þegar maður var að tala við Jón Baldvin í síma og tók hann upp á teip og skrifaði hann upp þá var maður að hugsa að maðurinn talar ritmál Algjörlega. Það er bara, þú veist, það er bara kommusetningarnir eru þarna, innskotsetningin og hann talar ritmál. Mjög auðvelt að skrifa upp textaður honum og Ólafi Ragnari. Ólafur Ragnar svindlaði vegna þess að maður hringdi hann á morgnana og sagði, getur ekki sagt mér eitthvað gengisjöfnuðin? Það sagði, þú hittir illa á mig, ég er að fara inn í sturtu og svona má ekki hringið eftir 10 mínútur. Svo hringdi hann eftir 10 mínútur, þá var hann bara að skrifa þetta og lasa það upp. Hann svindlaði sko. Það var náttúrulega hann er ótrúlega ég tók nú líka viðtal við hann bara á vettvangi sko.
Hann var ekki eins og Davíð Oddsson sem var rosalega erfið, það er langt á milli ritmálsins og talmálsins í honum sem hefur reynda verið að nálgast á undanförnum, stundum skrifar hann leiðara sem eru bara eins og eitthvað svona rant upp úr einhverju manni. Já, mér finnst sko, hann hætti miður setningum og fór eitthvað annað og fór úr þátíð í nútíð og þannig að það var mikið fyrir honum oft. Já, hann ekki með skipulaða hugsun allar út frá málfræði. Nei. Svo voru það alltaf hjá honum, allar upp gömlu það, menn eins og Friðrik Sófusson og Þorsteinn Pálsson, þeir hafði fullt vald á tjáningu sinni. Það var ekkert svona vesinn með það. En þetta með Jón Baldvin alveg rétt hjá þér, þetta var svona mjög skipulaður. Já, hann kom með þetta triksi þarna í fyrsta lagi og í annan stað, svo hann byrjaði alltaf að segja fyrsta lagi, öðru lagi og þriðja lagi, svo var hann þreyttur á þessu og þá byrjaði hann að segja svona fyrsta lagi í annan stað og það triksi þegar verið að taka sjónvarpsviðtal við þig, þannig að það sé ekki hægt að klippa það sko. Að það þú lendir ekki í því að það sé bara klippt eitthvað bara bútur innan svo, þannig að hann var alltaf að reyna að vinna sér inn lengri tíma með því að flugklár maður sko. Herri, jæja, hvað segirðu? Hvernig nú förum við bara inn í nýtt ár. Já, voru ekki bara sængjarnir í pallborðinu fyrst hjá okkur með ríkisstjórnina 9? Jú, ég var að kvarta yfir því að mætti fjalla hana svona eins og að taka þessa stefnuyfirlýsingu og meta það bara hvað þetta raunverulega. Mér finnst að fjölmiðlum ætti að gera það. Ég var að reyna að benda á að við gætum gert það svona rosalur halli í ráðuneytisskiptunum að Viðreisn óeðlilega valdamikil inn í þessa ríkisstjórn og ég held að það muni pirra Samfylkinguna fyrst og svo þetta náttúrulega þannig að Viðreisn eiginlega með svo mikil völd að allar svona hugmyndur tilfærslukerfin og eitthvað fleira sem að Flokkur fólksins þarf á að halda ef þeir ætla ekki að bara hrynja í fylgi að það bara Viðreisn ræður þessu sko. Og líklega held ég þetta sem við vorum að ræða að ástæða fyrir að Viðreisn með svona sterkar stöðu þarna inni að þeir geta alltaf skipt og farið bara yfir aðra ríkisstjórn og hinir flokkandi munu líka vita það þannig að þú getur ekki gengið á Viðreisn aukin hækkun eftirlauna eitthvað svoleiðis því að það að við skilja að þá bara myndum við ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum þar sem þeir geta það aftur tekið þá inn svona tildulega billegt. Þetta alveg ótrúlega staða sem að Viðreisn í á þinginu. Ég gerist nú ekki svona. Ég heldur að ég búin að semja eitthvað hvernig þeir eiga að mæta þessum kröfum hennar Ingu. Annars hefði þessi ríkisstjórn ekki verið til sko. Og hvað heldur að Flokkur fólksins ná í gegn 450.000 krónur á mánuði skatta- og skerðingarlaust? Ekki einu stökki. Ekki, það kannski ef að verður 15% verðbólga í 6 ár og þannig að 450.000 krónur séu raunverulega 330, þá geta ekkert. Nei, þetta verður tekið einhverjum skrefum. Og hvað alltaf að fá peningar fyrir því? Þar kemur að því sem mér finnst dæst í gallin við þetta. Það engjar tekið af vegna þess að það ætla ekki að fara út í útgjaldaaukninguna. Nei, akkur má ekki hækka skatta ef að ríkið vanfjármagnað. Því að Viðreisn vill það ekki. Já, en það hlýtur að koma að því að það verði að gera það. Ef það ætlar að ýta Viðreisn í því að hækka skatta þá myndar nú bara ríkisstjórn með Miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum sem vilja heldur ekki hækka skatta. En það þarf að auka tekjur ríkisins umtalsvert. Það verður að kjósa réttu flokkana. Já, það voru flokkar sem buðu fram. Ég tel mig að fór sér réttan flokka en hann náði bara ekki inn. Það voru flokkar sem buðu sér fram sem að sögðust ekki að hækka skatta. Það var Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Viðreisn. Þeir eru með meirihluta. Og það þýðir það að það eru meirihluta. Hvað ætlar það að gera? Þá bara að skera niður og halda áfram sem við vorum skera hvað niður? Það er ekki til að skera. Bara halda áfram að brjóta niður heilbrigðiskerfið. Þetta er allt komið inn að beini maður. Það er ekki til að skera niður. Það er bara stefna þessara flokka. Rústa öllu. Já, og Flokkur fólksins var ekki með tillögur að hækka skatta á fjármagn og stórfyrirtæki. Þeir ætla að gera eitthvað svona trix í lífeyrissjóðakerfinu. Já, sem var bara skotið út af borðinu strax. Þannig að þeir eru líka flokkur sem ætla ekki að hækka skatta. Framsóknarflokkurinn ætla ekki að hækka skatta. Já.
einu sinni talaði ég við skattakóng, Þorvald Guðmundsson, Síld og fisk, og þá var hann skattakóngur og hann var svo glaður með það. Og það stuði bara reist yfir þessu, sko, að vera borga svona mikla skatta. En það var náttúrulega 70 og sagði, sko, en þó að ég borga svona mikla skatta og ég eigi peninga, að þá ætla ég samt að nýta það að ég fari ókeypis í sund. Hann búinn að borga fyrir það? Já, ég veit, en hann fannst það bara svo fyndið, sko, hann fengi ókeypis í sund, en það allt í kringum okkur, molnaðir innviðir, allstaðar, Smári, vegakerfið okkar bara víða bara stór hættulegt og það vantar peninga. Það vantar peningi í heilbrigðiskerfið. Ég meina það sjá þetta allir sem að vilja sjá þetta, en það samt að það meiri út á þingi fyrir því að hækka ekki skatta sem að voru lækkaðir á fjármagnseigandur og stórfyrirtæki á nýfrjálshyggjutímanum. Nei. Og ég meina einhver leiti þá bara þjóðin, já, er það ekki bara sniðut að auka útgjöld og ekki hækka skatta? Þetta gengur ekki. Ég veit það, en ég meina kosningabaráttan, kannski erum við bara með lélega fjölmiðla eða eitthvað, þannig að við getum ekki dregið það í gegnum kosningabaráttuna, hvað þetta raunverulega snýst, það var ekki dregið í gegnum kosningabaráttuna, þetta loforðunar Ingu Sæland, 450 skallin. Nei, ég veit ekki svo ég hafi séð, sko. En það var eitthvað sem var að reyna að gíska á þetta hvað þetta kostaði, eitthvað 80 milljarða eða eitthvað. Já. Og hvað er þetta að finna þá? En það samt sem áður, sko, þú veist, þetta var tekið af eldra fólki og öryrkjum. Já, til þess að væri hægt að lækka skattana hjá, þú veist, afleiðingin af skattalækkunum til fjármagnseigenda og stórfyrirtækja var slík að það þurfti að skerða framfærslu fátækasta fólksins á Íslandi. Já. Og það var gert. Já, en til þess að laga hann upp aftur, þá þarf þetta að hækka skattana við hinum. Sjálfsögðu, já. Við ættum bara að stjórna þessu landi, sko. Nei, þetta ekki, þú getur ekki bara á annan veginn, debit eða kredit, þú verður að stemma þetta af. Það nú margar sem dreymir það að geta kökun og geimana líka, sko. Já. Það er ekki hægt. Nei. En við erum alltaf í þessu. Það verður gaman að því að við förum frá hruni, að fyrst 2009 að þá eru kosnir gömlu flokkarnir, vinstriflokkarnir sem rætur í svona sósíalískri verkalýðsbaráttu á Íslandi, voru þeir kosnir. Síðan ertu til dæmis með 2010 í borginni þegar besti flokkurinn kosin. Svo ertu með Framsóknarflokk Sigmundar Davíðs 2013 sem að vinnur. 2016 hvað ertu með þá? Það var Viðreisn sem kemst inn. Já, Viðreisn kemst inn og fékk ekki Björt Framtíð. Já, það er svona, og þau fara inn í ríkisstjórn sem svona eitthvað svona svokallaða frjálslynda miðja, hún fer inn 2017 og þá kemur VG svolítið sterkt inn aftur og svo 2021 að þá ekki bara best að kjósa Framsókn og núna ekki bara best að gefa Ingu og Valkyrjónum séns en stefnan hefur aldrei breyst hann innur á því. Það alltaf sama eins og Kristinn var svolítið að benda á. Þetta bara skipt út ráður honum. Þannig að enginn af þessum sigurvegurum kosningana hafa raunverulega lifað af kjörtímabilið. Og ég veit auðvitað þessi 100 dagar ekki búnir og við viljum bara vinka þeim óskaðum góðs gengis og svona. En við mögum samt ekki vera svo næf að halda það að stefna sem að kemur inn til þess að svara kröfum almennings breytingar en með stjórnarstefnu sem að búa enga breytingar, ekki með neina breytingar á því hvernig að fjármagna grunninnviði og grunnkerfi samfélagsins, að það verður eitthvað voðalega heppík og lökki. Það bara getur ekki, þjóðin ekki algjör rasni, sko. Nei, en við verðum að muna það. Eins og áður var sagt, sko, ég hef eina skoðun ég á móti. Sem Nei, og bara í andstöðu. En það sem að þú veit að hvernig myndir ára á kryddsíldina, ég gruna af hverju það sé, að það sem slæri gegn kryddsíldinni hvað þeir eru rosalega fúli kallanir að missa völdin. Já, alveg svakalega. Alveg svakalega, sko. Og ég held að það gleðji almenning. Sko, hann Sigur Ingi var bara eins og súr keppur sko, alveg laka á henni fílan, sko. Og Sigmundur Davíð bara var óvenju lítið fyndinn, sko. Og ekki að reyna að vera fyndinn, hann stundum að reyna að vera fyndinn, en það ekki? Stundum að fyndinn á þess að reyna? Já, stundum hann svona, maður tekur eftir honum til dæmis þá hann fer í ræðustól í þinginu, það svona gaman að hann tala blaðlaust og örugur, sko. En svo Bjarni hans svona skipti svolítið skapana, svona
það var svona hvirfilundur í honum stundum. Ekki ánægði með sitt hlutverk í leikritinu? Nei, svolítið niðurlægandi, sko. Hann sat á milli, sko, Kristrúnar og Þorgerðar. Og svo fóru þeir svona rósring sem alveg fórum við dæmi, sko. Hann þurfti að rósa Kristrúnu. Ég man nú ekki hvað hann sagði. Góða harmoniku. Góða harmoniku. Já, geta sagt það. Og hún, manna væri góður að skreita tertur. Nei, Þorgerður, sko, þurfti að rósa Bjarna, náttúrulega þekkir það mjög vel. Nei, þetta var svona, hvað má segja við Erlu og Kolbeinn Tuma, þau svona styrðið þessu ákveðni, sko. Ok, ég ætla að fara heim og ég ætla að hlusta á... Bjarni eitthvað svona fór að setja ofan í við Kolbeinn svona Tuma í upphæðis. Nei, ég horfði á þetta. Já, þau ætla að horfa á þetta á leiðinni heim, en ég þakka það fyrir samfélgina í dag. Já, sömulegis, takk. Og gleðilegt ár. Já. Og við sókum náttúrulega gestunum okkar sem að hinga komu og við ræddum við. Og ykkur mest sem að eru að hlusta, hvað sem er í útvarpið eða sjónvarpið eða netinu eða hvað sem eru að hlusta. Bendi á að samstöðin hefur verið byggð upp af þeim hluta ykkar sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólk sem að fer inn á samstöðin.is og ítir á hnappinn áskrift, þar er þetta skrá sig fyrir áskrift. Grunnáskriftin er 2.500 krónur sem að mér er sagt að sé hlægilega lágt verð með það efni sem að við búum til hérna. Ef þú vilt slást í hópinn þá er það mikill greiði gerður því að það er mikill vilji hér inni í samstöðinni að eflana og styrkjana og svara raunverulega ákalli sem að við heyrum út allan bæ og hvert sem við förum að fólk er ánægt með efni sem er hérna og vill fá meira. Það verður gott ef að þú hefur efni á að taka þátt. Sumir borga meira, það kemur í ljós þegar ég farið inn að það er valkostur í það og stór hluti kýs að láta áskriftina renna sér félagsgjöldin í Alþýðufélagið en það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. En ég þakka fyrir í dag, njótið þess sem eftir af helginni, svo sjáumst við aftur hérna á morgun við Rauðaborðið, það byrjar klukkan 8 annað kvöld. Takk fyrir bili.